Góða gestir, ég býð ykkur velkomin á fund umboðsmanns barna og vinnueftirlitsins undir heitinu Atvinnuþátttaka barna, umgjörð, viðhorf og eftirlit. Fundurinn er sem sagt að frumkvæði umboðsmanns barna en mjög góðu samstarfi við vinnueftirlitið og ég vil líka geta þess að við höfum verið í mjög góðu samstarfi undanfarin ár við Hagstofuna og sem kemur einmitt að fundin líka. En það þétt dagskrá hérna framundan og ég ætla ekki að fara yfir hana strax, heldur ég vil byrja því að bjóða Ásmund Einar Daðason, félags- og jafnréttismálaráðherra velkominn og þakka honum fyrir að gefa sér tíma til að vera með okkur hérna í dag. Hann er verðandi barnamálaráðherra, þannig að það verður við hæfi að fá hann til að setja hana fund vinnu barna. Gjörðu svo vel, Ásmund. Já, góðu fundagestir. Ég vil bara segja það hérna í upphafi að ekki vegna þess að ég sé verðandi barnamálaráðherra, líka vegna þess að félagsmálaráðherra er líka ráðherra vinnumarkaðsmála, þá er það mér mjög ánægjulegt að fá ávarp ykkur hérna í dag í upphafi þessa fundar sem ber yfirskriftina Atvinnuþátttaka barna, umgjörð, viðhorf og eftirlit. Og segja það að það er gott og það er mikilvægt að beina sjónum að þátttöku barna og ungmenna á íslensku vinnumarkaði. Hér á landi er, eins og við öll vitum, löng hefð fyrir þátttöku barna og ungmenna í vinnu af ýmsum toga, launaðri sem ólaunaðri, og ungmenni hafa átt mikilvægan þátt í að tryggja virkni tiltekinna atvinnugreina, ekki síst á sumrin. Með lengingu skólaársins og öðrum samfélagslegum breytingum hefur dregið úr vinnu barna og ungmenna. En hlutfallslega eru þó mun fleiri íslensku ungmenn á vinnumarkaði en í þeim löndum sem við berum okkur saman við og því ljóst að umræðuefni fundarins snertir mjög stóran hóp. Áður en lengur er haldið vil ég þakka umboðsmanni barna og vinnueftirlitinu fyrir að eiga frumkvæði á þessu mikilvæga fundi þar sem að við, og þá fyrst og fremst þið, ætlið að ræða aðstæður og aðbúnað þeirra sem eru að stíga sín fyrstu skref á íslenskum vinnumarkaði. Með lögfestingu barnasáttmálans hafa íslensk stjórnvöld skuldbundið sig til að framfylgja ákvæðum sáttmálans í lögum og framkvæmd á öllum sviðum, en sáttmálinn skilgreinir börn sem sjálfstæða einstaklinga með eigin réttindi. Barnasáttmálinn leggur ekki bann við vinnu barna, en staðfestir hins vegar rétt þeirra til verndar gegn vinnu sem kemur niður á námi þeirra eða getur skaðað heilsu þeirra eða líkamlegan, andlegan og félagslegan þroska til að mynda gegnum tómstundastarf. Okkur ber að styðja við ungmenni sem hafa metnað og getu til þátttöku á vinnumarkaði en með áðurgreind markmið áðurgreind atriði í huga. Með þátttöku sinna á vinnumarkaði ungmenni ekki eingöngu að öðlast sína fyrstu starfsreynslu, heldur eru þau jafnframt að efla sjálfstæði sitt og getu til að hafa áhrif á eigið líf og eigin aðstæður. Þá er þátttaka á vinnumarkaði ef vel er að staðið liður í undirbúningi fyrir starfs- og námsval framtíðarinnar og gefur ungmennum tækifæri til að auka hæfni sína á fjölbreyttum sviðum. Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna hefur þó lýst yfir áhyggjum sínum af því að börn á Íslandi byrja að vinna of ung eða á bilinu 13 til 14 ára og þá telur nefndin jafnframt að vinnutími ungmenna á Íslandi sé of langur, fyrirkomulag vinnunnar sé oft á tíðum óheppileg og þá sé hátíðni vinnuslysa og áreitni afleiðing þess að börn sé að axla meiri ábyrgð en hæfi aldri þeirra og þroska. Ísland hefur gengist undir ýmsar alþjóðlegar skuldbindingar sem setja vinnu barna ákveðnar skorður. Þá gilda sérstakar reglur vinnu- og hvíldartíma og önnur starfsskilyrði ungmenna sem taka mið af því að þau eru nýliðar á vinnumarkaði og búa því ekki yfir sömu reynslu og þekkingu og þeir sem að eldri eru. Þrátt fyrir það sýna skráningar vinnuslysa hér á landi að allt of mörg ungmenni verða fyrir slysum á íslenskum vinnustöðum. Þá er það jafnframt staðreynd að ungmenni slasast á vinnustöðum þar sem þeim er óheimilt að starfa eins og í starfsemi sem felur í sér notkun hættulegra tækja eða meðferð hættulegra efna. Við þessu þarf að bregðast og leita allra leiða til úrbóta.
Það þarf jafnframt að sjá til þess að mál sem varða brot á lögum og reglum vinnuvernd barna og ungmenna fái skjóta og örugga meðferð og tryggja þarf eftirfylgni með slíkum málum eins og Vinnueftirlitið hefur réttilega bent á. Það því ljóst að leita þarf allra leiða til að efla eftirlit með vinnu ungmenna þannig hún fari ávallt fram með þeim takmörkunum sem leiðir af lögum og reglum. Þannig að ungmenni sinni eingöngu verkefnum sem hæfa aldri þeirra og þroska, en þannig tryggjum við nauðsynlega vernd þeirra gegn vinnuslysum og heilsutjóni. Það nauðsynlegt að ungmenni fái virka þjálfun og tilsögn í því að til þeirra starfa sem þau eru ráðin til hverju sinni, en jafnframt þarf að tryggja almenn fræðslu til þeirra þær reglur sem gilda á íslenskum vinnumarkaði, réttindi og skyldur, kaup og kjör, öryggi og aðbúnað, en ekki síður jafnrétti, samvinnu og góða samskiptahætti á vinnustöðum. Einnig þarf að tryggja fræðslu réttindi ungmenna á vinnumarkað og skyldur vinnuveitenda á þessu sviði fyrir atvinnurekendur, verkstjóra, foreldra og fyrir almenning. Við eigum öll að vera vakandi fyrir ungu fólki á vinnumarkaði, hvort sem ræða kjörbúðina í hverfin okkar eða á okkar eigin vinnustað. Við þurfum jafnframt að eiga virkt samráð við ungmenni þeirra eigin þátttöku í atvinnulífinu, reynslu þeirra og væntingar á þessu sviði og við þurfum að gefa þeim færi á að taka þátt í samtalinu öryggi, heilbrigði og samskipti á vinnustöðum. Hér í dag ætlunin einmitt að hlusta á nokkur ungmenni sem hafa tekið sér tíma til að vera með okkur, en þau ætla að miðla af sinni reynslu af því að starfa á íslensku vinnumarkaði og það verður mjög fróðlegt að heyra þeirra erindi. Það afar jákvætt að Hagstofan og umboðsmaður barna hafi gert með sér samkomulag að taka saman og birta ýmsar tölfræðiupplýsingar börn á Íslandi, þar með talið atvinnuþátttöku þeirra. Það alveg ljóst að ef taka á til skoðunar mögulegar breytingar á regluverki og umgjörð utan vinnu ungmenna, þá þurfum við ítarleg gögn og upplýsingar stöðu mála. Ég þess fullviss að þessi fundur verður gagnlegt innlegg í hina mikilvægu umræðu það hvernig við getum styrkt stöðu ungmenna á íslenskum vinnumarkaði og tryggt að fyrsta starfsreynsla þeirra verði þroskandi og jákvæð og efli sjálfstraust þeirra og sjálfsmynd til framtíðar. Með þessum orðum vil ég óska þess að þessi fundur hér verði bæði góður og gagnlegur og niðurstöður þeirra fari okkur fram á veginn með það hvort og hvaða breytingar við þurfum að gera sem að styðja við okkar ungmenni vegna þess að þau eru framtíðin, þau eru grunnurinn og þau skipta öllu máli fyrir framtíð landsins. Og ég segi þessa ráðstefnu að fund setta og þakka kærlega fyrir mig. Ég þarf því miður að fara annað og gera ekki verið með ykkur hér í dag, en ég mun fylgjast með niðurstöðunum og umræðum hérna og öðru sem að hér fram og takk kærlega fyrir mig og fá að ávarpa þennan fund í dag. Takk fyrir kærlega. Þakkar ráðherra kærlega fyrir mjög góða brýningu hér í upphafi og hann nefndi þessi mikilvægu atriði eins og réttindi barna og vinnuvernd, fræðslu og ekki síst samráði við börnin sjálf og ég vona einmitt að við munum í framhaldi af þessum fundi geta eflt það samráð til muna. En eitt af því sem ég lagðist að segja hér í upphafi að fundinum streymt, Vinnueftirlitið sér það að streyma þessum fundi á heimasíðuna hjá þeim og síðan mun fundurinn verða aðgengilegur eftir á YouTube. Það líka annað svona praktist atriði að það kaffivél hérna frammi þannig að þið gæti laumast fram og fengið ykkur kaffi en það vatn á borðum og síðan verða kaffi meðlæti aðeins síðar á fundinum. En dagskráin eins og ég sagði í upphafi hún þétt og við þurfum að halda vel á spöðunum. Þeir eru margir góðir gestir sem ætla að taka þátt í bæði að halda framsögur og taka þátt í pallborði og umræðum á eftir og ég býð fyrsta frumvalda velkomin Dr. Arndísi Vilhjálmsdóttur, sérfræðing hjá Hagstofunni og hún ætlar að tala aðlögun barna að íslenskum vinnumarkaði en mér skilst þetta gögnin sem hún að kynna séu þegar orðin aðgengilega á heimasíðu Hagstofunnar. Gjörðu svo vel. Já, það rétt.
Ég ætla að kynna fyrir ykkur eiginlega gögn sem eru þegar komin út greinargerð sem aðgengileg á vef Hagstofu Íslands, þannig að þið getið sótt þessa greinargerð og allar töflur og tölur bara nú þegar. Við unnum þetta saman, ég og Ólafur Már Sigurðsson, við erum saman vinnumarkaðsteymi Hagstofunnar og bara hvetjum ykkur til þess að hafa sambandi okkur líka eftir að þeir eru með einhverjar spurningar eða eitthvað slíkt. Sjálf hef ég haft mjög lengi áhuga á viðhorfið vinnu og vinnusviðgæði og stunda rannsóknir á því í mínu námi og þannig ég er sérstaklega ánægð að vera að kynna niðurstöður vinnufólks og sem ber yfirskriftina viðhorfið vinnu. Það er kannski bara, til þess að byrja með, Íslendingar jafnan talin vinnu sem þjóð. Við vinnum langa vinnudaga, samkvæmt alþjóðlegum viðmiðum. Starfsævi okkar er löng. Það þýðir að 15 ára barn má vænta þess að vera 47 ára á vinnumarkaði þegar fyrst skipti sem að barn kemur inn á vinnumarkað, 47 ár. Og í mínum huga þýðir það að vinna hlýtur að skipa stóran sess í lífi okkar, allt frá þeim degi. Við höfum áður gefið út tölur börn á vef Hagstofunnar á þessu vef Það má finna tölur fjölda barna í leik- og grunnskólum, heilsufar þeirra, velferð og þar má líka finna upplýsingar fjölda þeirra sem er starfandi og mikilvægt launa þeirra. Þannig að þið getið leitað svona grófum tölum þar. En það er ekki þess tölur sem ég ætla að tala í dag. Í dag ætla ég að kynna fyrir ykkur ný úrvinnslu sem vonandi gefur aðeins nákvæmari mynd af því sem heldur ekki sem kemur fram í þessum veftölum okkar. Það er ekki þar sagt að ég ætla að veita ykkur mjög nákvæma mynd. Ætlunin er að draga svona grófa mynd af því á hvaða atriði börn byrja detta inn á vinnumarkað og aðlögun þeirra eftir aldrið þangað til þau teljast fullorðin við 18 ára aldur. Þetta höfum við skoðað yfir 14 ára tímabil mest á grundvelli gagna sem við köllum vinnuaflsskrám eða upplýsingar vinnuafl sem unnar úr staðgreiðslugögnum. Þetta þýðir að við erum að vinna upplýsingar sem aflað er frá öllum börnum sem að greiða skatt af tekjum sínum. Þetta sem sagt þýðisgögn. Þetta þýðir líka að við erum ekki að meta vinnu barna sem er ekki gefin upp til skatts. Þannig við erum ekki að meta barnapössun eða vinnu sem einhvern veginn kemur ekki fram í skattgögnum. Ég vil líka taka fram að þegar við skilgreinum starfandi börn þá erum við að gera þá grunn til þess að þau hafi unnið 4,3 klukkutíma í vinnumánuði. Þannig að við erum að áætla vinnumagn á þau og það þýðir að við erum að nota eiginlega lágmarkstímakaup sem tekur með af almennum kjarasamningum, kaup fullorðinna og vegna þess að kaup barna er aðeins lægra þá er mögulegt að við séum aðeins að vanáætla tölur. Ég vil bara að hafa þetta í huga þegar að horfa tölurnar á eftir. Kannski ágætt að byrja alþjóðasamhengi, mér finnst það alltaf svolítið skemmtilegt. Atvinnuþátttaka íslenskra barna í alþjóðlegu samhengi er mjög há. Þessi mynd er bara birt á tölum hjá Eurostat og hérna sjáum við að íslensk ungmenni á aldrinum 15 til 19 ára þeirra fjöldi starfandi íslenskra ungmenna á aldrinum 15 til 16 ára á Íslandi er töluvert hærri heldur en í nágrannalöndunum. Þessi mun jafnast svolítið út því þau verða eldri en í mínum huga þýðir þetta að íslensk ungmenni hafa forskot að vera reynslu á vinnumarkaði miðað við jafnaldra sína í öðrum Evrópulöndum. Þá er næsta spurning, hvenær byrja börn á Íslandi starfsævi sína? Í þessari töflu þá getið séð hlutfall þeirra sem hafa einhverja reynslu á vinnumarkaði einhvern tímann á árinu. Þetta er sem sagt meðal hlutfall starfandi barna yfir allt árið. Og það sem þessi tafla segir okkur er raunþekkt. Í fyrsta lagi þá eru mjög fá börn, 11 og yngri, sem eru starfandi á vinnumarkaði. Við bara örfá. Í öðru lagi segir þessi mynd okkur að það er vel merkjanlegur hluti 13 ára barna sem hefur verið á vinnumarkaði einhvern tímann á árinu. Og í þriðja lagi segir þessi mynd okkur að yfir 50% 17-åringa hefur verið í vinnu einhvern tímann á árinu. Við ætlum að bæta að það er svolítið breytilegt mynstur milli ára.
hlutfallstölur sveiflast svolítið og þið getið mjög greinilega séð áhrif kreppunnar í tölunum. Þá er þetta spurningin, hvenær eru þau starfandi? Eru þetta miklu leyti starfandi yfir sumarmánuðina? Og það sem er merkilegt við þessar tölur eru þær eru að segja söguna. 13 ára börn eru greinilega farin að vinna að einhverju marki, en 17 ára börn eru sérstaklega, þau eru bara dugleg. Og þau eru eiginlega líklegri til þess að vera vinnandi heldur en aldurshópurinn fyrir ofan viðmiðunarhópur að sumri, að segja. Ég get bætt því við að það er ekki mikill munur á kynjunum. Ég er nú ekkert að draga fram kynjamun sérstaklega, en ég get sagt ykkur það svona í trúnaði að það er ekki mikill munur á kynjunum, aðalega munur á aldrinum 14 til 17 ára þar sem stúlkur eru ívituglegri en drengir að vinna. En þessi mun jafnast síðan algjörlega út og er ekki lengur merkilegur í aldrinum fyrir ofan. Nú vil ég alveg örugglega vita hvort að þau séu að vinna með skóla, eða hvað? Og svo er það svona, okkur tókst ekki að grafa mjög djúpt í vinnu sem er skólabarna af því að við höfum þurft að tína þau úr skólaskrám og við gáum okkur ekki tíma til þess. En í staðinn þá áætluðum við vinnu þeirra á samræmdan hátt og við áætluðum vinnu þeirra yfir sumarið. Það er að segja að við töldum þau börn sem voru starfandi í það sem við töljum vera dæmigerðir skólamánuðir. Og það eru mánuðirnir febrúar, mars og apríl. Og þetta er hlutfall starfandi barna af öllum börnum í febrúar, mars og apríl sem eru starfandi á vinnumarkaði. Og auðvitað geta öll börn skólaaldri, skólaskyldualdri, það er að segja. En stóra sagan er svo sama, 13 ára börn eru að detta inn á svona merkilegan hátt og 17 ára börn eru alveg og yfir helmingur sem eru að vinna verðast að vinna í þessum mánuðum. Við vitum ekki hvort þeir eru í skóla eða ekki. En þetta gefur svona grófa mynd. Aftur, það er aðeins meiri munur á milli kynjanna hvað varðar vinnu með skóla. Stúlkur eru líklegri til þess að vinna með skóla heldur en drengir, en á sama hátt alveg áður þá jafnast þessi munur út þegar þau eru eldri og þá er eiginlega engin merkjanlegur munur. Til þess að reyna að gefa ykkur svona einhverja mynd af því hvar þau eru að vinna, því ég veit það þið hafa áhuga á því. Þá tókum við bara út seinasta heila árið sem við höfum í okkar gögnum, það er árið 2017 og þar má eiginlega sjá að svo atvinnugrein sem er stærst hjá unglingum er heild- og smásöluverslun. Getið ímyndað ykkur hvar þið eru? Bónus. Já, þau eru eiginlega á skyndibittastöðum sem í mínum huga hlýtur að vera eitthvað sérst lýðheilsu vandamál. Kannski reki augun líka í því að stærstu hluti 11 ára barna og yngri eru nú ekki mörg, þau eru ekki nema 48 framleiðslu. Þau eru ekki námugreftri. Þau eru að vinna í blaðútbúri. Ellefu ára yngri, þau eru ekki mörg, frá 2017. Að lokum þá ætla ég að sýna ykkur á svona mjög varfærnislegan hátt, gefa ykkur mjög varfærnislega innsýn inn í vinnutíma og starfshlutfall barna á íslensku vinnumarkaði og ég segi varfærnislega vegna þess að þessar tölur byggja á úrtakskönnun sem eru ólík þessum þýðisgögnum sem ég hafa með áðan. Hérna er að meðaltali 250 manns í hverjum aldurshópi og svo eru gögnin vegin upp í mannfjölda eftir kyn og aldri þannig að þetta eru ólík gögn. Þetta þýðir aðeins meiri óvissa. Það ríkir aðeins meiri óvissa þessar tölur heldur en tölurnar sem ég sýndi ykkur áðan. Þannig ég ætla ekkert að fullyrða minn absolút gildi. Slá þann fyrirvara og láta ykkur vita af honum. En stóra sagan er kannski bara að bæði vinnutíma og starfshlutfall virðist vera minnkandi lækkandi frá 2003. Segðu það. Án þess að við ætlum okkur að fullyrða nákvæman vinnutíma. Þannig að viljum við gera það, þá þarf
meiri rannsóknir og meiri dýpt og helst ná til þýðisins og ég sem stendur það eigu ekki þýðisgögn sem að geta sagt okkur til nákvæman vinnutíma barna. Einu þýðisgögnin sem ég veit eru fyrirliggjandi rannsóknargreiningar þar sem að börn eru spurð vinnutíma og starfshlutfall. En þau gögn eru ekki aðgengileg okkur þó að sé að aðilar geti sótt þau. Nú, ég ætlum ekki að hafa þetta lengra. Þetta var bara svona quick and dirty mynd, við ætlum að draga upp mynd sem að við vonum að þið getið notað til þess að eiga samtal, til þess að kalla eftir fleiri gögnum, bera kennsl á hvað vantar og endilega hafið samband við okkur. Greinargerðin okkur aðgengileg á síðun okkar og ég bið ykkur til þess að hafa samband við okkur bara á eftir. Takk fyrir. Já, kæra þakki fyrir þessa yfirferð. Það einmitt, eins og kom fram áðan að þá hefur umboðsmaður barna og Hagstofan verið í samstarfi og við einmitt litið á það sem mjög mikilvægan þátt í því að efla stefnumótun á sviði barna að efla tölfræðina, aðgengið að tölfræði og Hagstofan hefur verið í samstarfi við okkur einmitt það að vinna sérstaklega gögnum börn og vonandi fáum við dýpri og dýpri greiningar á þessum gögnum svona eftir því sem líður á. En þetta var mjög gagnlegt að heyra hvar börn að vinna og vinnutíma og náttúrulega fjölda barna sem við vitum auðvitað að hefur alltaf íslensk börn hafa unnið mikið. En næst talar Þórunn Sveinsdóttir, deildarstjóri hjá Vinnueftirlitinu og hún þarf að fjalla svona þær reglur sem gilda vinnu barna og fara svona yfir regluverkið. Gjörðu svo vel, Þórunn. Já, komið sæl og gaman að vera með ykkur og ég heyri að það strax gagnlegt þegar við komum svona saman því að tölurnar sem þú vorst að nefna áðan Arndís að það svona sló okkur Kristinn og við fórum að pískra. Nei, þetta ekki í boði því að þegar þú ert að segja frá því 11 ára börn sé að bera blöð að þá það til dæmis eitt af því sem ekki heimilt. Þannig að það gagnlegt að heyra frá öðrum og þannig kannski ná við meiri yfirsýn og þekkingu. Þannig að ég ætla að fara í gegnum regluverkið og ég sé að þú hefur gefið mér smá aukatíma, mögulega. Ég er með margar glærur búamöndir að tala mjög hratt en nú get ég kannski aðeins slakað á og en við skulum bara halda stað og ég ætla að reyna að útskýra þetta regluverk fyrir ykkur og það er aldrei neitt sérstaklega æsispennandi að tala reglur en ég ætla að reyna að gera það á mannmáli þannig að þetta verði sæmilega skýrt og mér fannst ágætt þetta orðatiltæki að byrgja brunnin áður en barnið dettur í hann. Þetta snýst svolítið mikið það að koma í veg fyrir að ungir starfsmenn lendi í slys með heilsutjóni á vinnumarkaðnum þeirra að stíga sín fyrstu skref og það er gríðarlega mikilvægt. Annars ég reikna á þegar við förum að tala saman að þegar við tölum börn þá við að meina pínlítið annað heldur en kannski einhverjir í salnum og ég ætla að útskýra það fyrir ykkur eftir. Það liggur í reglugerðinni hvernig það er skilgreint. En þessi reglugerð sem ég er að vísa til, hún sett 1999 og hefur staðið óbreytt síðan þá og þið heyrðuð ráðherrann að hann var aðeins að minnast á það að hann er með væntingar að mögulega komi eitthvað út úr þessu fundi sem að geti leitt til breytinga á reglugerðinu og hún er auðvitað að verða 20 ára gömul þannig að það geti verið gott tilefni til. En hún nær til allra starfsmanna sem eru yngri en 18 ára og þá segir, það er svona inngangur í henni í þessum almenna ákvæðum að við störf ungmenna undir 18 ára aldri skal við val og skipulagningu á vinnu leggja áherslu á öryggi og andlegu og líkamlegu heilbrigði ungmenna sé ekki að hætta búin og þetta er rauði þráður, við getum sett alla leið, svo farið dýpra í það hvað þarf að gera til þess að svo mig verða. En þetta snýst að velja réttu tegundina vinnu, þetta snýst í rauninni ekki að hindra að ungmenni vinni, heldur að velja verkefni við hæfi og skipuleggja þannig að það sé innan allra marka og slíkt.
og hún á ekki að vera truflandi áhrif á menntun eða þroska þeirra. Þetta má ekki trufla skólagönguna. Og hérna sáum við tölur áðan með skólan, hvað þeir eru mikið að vinna með skóla og þá er kannski áhugavert að velta því hans fyrir sér. Hérna kom þessar skilgreiningar og ungmenni, eins og ég sagði, þau eru undir 18 ára, það tekur þá allan hópinn. Barnið í skilningi þessar reglugerðar einstaklingar sem eru 15 ára og yngri en 15 ára öllu heldur og líka þeir sem eru í skilnámi. Þannig að það er ekki alveg bara klift og skorrið, heldur horft til þess hvort að þessi börn eru ennþá í námi sem fer undir skyldunám. Unglingurinn, hann er hins vegar 15 til 17 ára og hann er ekki lengur í skyldunámi. Þannig að þannig skilur á milli og hafið þetta í huga þegar ég fyrir gegnum efnið. Þannig að ég er ekki að tala það er ekki allir í mínum fyrirlestri börn undir 18 ára, við köllum þau ungmenni og svo skiljum við á milli þá barna og unglinga. Og gróft séð, yngri en 15 ára eru börn, 15 til 17 ára eru unglingar. Og atvinnurekendur, ráðherrann okkar nefndi skyldur atvinnurekenda og auðvitað þarf að huga þeim, það er svona grunnurinn í þessu og það segir mjög skýrt í þessari reglugerð að það skulle gera sérstakt áhættumat vegna vinnu ungmenna. Og þá að gera þetta áður, heldur við hefja störf, ekki vikunni seinna, þá að gera þetta í góðan tíma áður og ef það verða breytingar miklar á vinnunni að þá þarf að endurskoða áhættumat og þetta er hluti af áætlun vinnustaðarins sem ekki heilðið sem á að taka til alla starfseminnar, ekki bara til vinnu barna eða unglinga, þar sé ungmennana heldur er þá þetta sérstaka áhættumat hluti af bildarpakkanum. Og við getum sagt svo hérna almenna regla er að ungmenni mega ekki vinna með hættulega vélartæki. Kristinn mun farið við slysatölur hérna eftir og þið sjá það augljóslega að því miður að þá gerist það að svo er og það er það sem það gætað, ekki með hættuleg efni og ekki að handlegg og þungar byrðar og ekki störf sem ætla má að séu ofvaxin líkamlegu og andlegu atkerfi þeirra og reglugerðin, hún er nú góð að því leyti að það eru viðaukar í henni og hún útskýrir svolítið vel þá og tekur alls konar dæmi hvað það er sem má gera og ekki gera. Og hún er kannski ekki tæmandi en það má svona finna hliðstæður og það þarf að leita líka til vinnueftirlit sem var í vafa hvernig þetta er. Þarna við áhættumati það þarf að taka tillit til aldurs og mér fannst nú þessi litli krúttegi gaur þarna við tölvuna sko, mér var það nú pínu góður því að það er kannski gott að líka að tala um það hvað eru krakkarnir að gera heima líka þegar þau eru ekki í skólanum og ekki í vinnu, eru þau við tölvuna, einhverjum snjalltækjum, hvað eru að gera, allt þetta hefur áhrif, allt sem við gerum, allan sólarhringinn, það hefur áhrif á okkur og hugsaum bara okkur sjálf líka, hvað við að gera, hvernig vinnu aðstæðan okkar heima eða hvernig höfum við heima vellin. Nú á ungmennin er ekki full þroska, það má ekki allavega mikla ábyrgð eins og þessi ungi drengur í forstjórastólnum, það kannski er ekki alveg við hæfi að setja þeim beint þangað, það þarf að greina hvað geta þau, hvað ráða þau við og hvað er við hæfi. Og síðasta myndin þar sem að mögulega viðskiptavinur gargar það maður í ungmenn, það er aðstæða sem að er ekkert að setja unga krakka í, þau ráða bara ekki við, það er ekki reynslu til að taka á því. Þannig að ýmislegt svona þarf að hugsa vel þegar maður er að gera þetta áhættumat. Þau hafa ekki reynsluna og þau skilja ekki hætturnar. Þannig að við, þessi fullorðnu, þurfum að hjálpa þeim að finna, það þarf að finna réttu störfin fyrir þau og þá komum við áfram að þessu skyldum atvinnurekenda. Hvað þarf að gera sem þetta áhættumat og finna út hvað mega þau gera og hvað ekki og hvað geta þau gert inn á þessum vinnustað sem ræðir. Það þarf að tryggja þá að þau fái fullan kennslu og leiðbeiningar í að framkvæma störfin. Það er ekki bara hægt að skella þeim fyrir framan einhvert verkefni og segja þú bara finnur út þessu. Það þarf að leiðbeina þeim og þau þurfa að fá tíma til að læra. Það þarf líka að útskýra fyrir þeim hvers vegna erum að gera þetta og hvað snýst þetta. Það er ekki víst að þau endilega tengja og átt sig á því. Þannig að það þarf að útskýra þetta fyrir þeim. Það þarf líka að kynna foreldrum og það er kannski eitthvað sem að menn er ekki alltaf að hugsa en það þarf líka að kynna foreldrum hugsanlega áhættu og ráðstafanir. Hvað er gert þá til þess að draga úr hættu? Og síðan er það sem er gríðarlega mikilvægt að það þarf alltaf að vera fullorðinn einstaklingur sem er þá á vinnustaðnum til þess að leiðbeina og bera ábyrgð á því sem framfer.
ungmennin eiga ekki að vera ábyrgð á því sem framfer á vinnustæðanum og vera ein. Við höfum dæmi það sem hafa orðið slys, þar sem að ungmennin voru skilin ein eftir. Það er ekki góð staða. Það er ekki að setja þau í þá stöðu. Þannig það er að gæta mjög vandlega því og það hefur það með vinnuskipulag og verkstjórn að gera. Nú, hvað var það sveitarfélögin, þá ákvæði þarna að segja að leiðbeinendur, þeir skulu hafa fengið sérstakan undirbúning og fræðslu öryggismál, skyndihjálp og líkarbeitingu og það hefur rúlega verið hugsað í því skyni þarna. Þarna mjög margir krakkar að stíga sér fyrstu skref á vinnumarkaðnum, þau fara inn á skólana og þarna grunnurinn lagður. Þannig að þarna ætlast til þess að leiðbeinendurnir kunni meira heldur en allavega búið að skilgreina. Þó að það væri náttúrulega mjög gott að þeir sem væri að leiðbeina bara á hvað vinnustað sem væri, kynnu það sama, skiljiði. Nú, eitt langar maður nefna hérna sem að kemur reyndar úr annarri reglugerð sem fjallar persónuhlífar og bara segja það, hún gildi fyrir alla starfsmenn, líka fyrir ungmenni. Það ekki undanskilið og eins og segir í þeirri reglugerð að það þarf að gera áhættumat, eða það er að segja áhættumat í vinnustæðis, það þarf að meta þörfir persónuhlífar. Til dæmis ef að krakkar út að vinna í regnókulda þá þarf hlífðarfatnað. Það leiðir það af sér, þannig að það þýðir það að það þarf að sjá til þess að það setja staðar. Annað dæmi þarna sláttur í görðum, handsláttuvél með haldrofa, þetta mega þau gera, þau eru ánum 15 ára eldri og eru undir liðsögn leiðbeinanda og þá þarf að vera öryggisskór, heyrnarhlífar, andlíf, þannig að það þarf að fara vandlega í gegnum þetta. Hvað á við hverju sinni. Þetta allt skilgreint í þessari reglugerð. Nú síðan aðeins að þá menningu vinnustæðarins og öryggismálunum að allir starfar þurfa að vera tengdir, þeir þurfa að vera upplýstir og vakandi og þeir þurfa að þessi starfa með ungmennunum, þeir þurfa að taka þátt í því að skapa þetta umhverfi fyrir krakkana, hvaða kröfur eru gerðar til þessar vinnu og þeir þurfa að taka áhættumatið, hvað þau mega og ekki mega og nú atvinnurekandinn hann þarf að passa líka að kröfunum sé fylgt og það sé virkilega verið að fylgja þess eftir í framkvæmd og þegar að vera að skipuleggja vinnuna hvort sem fyrir daginn eða fyrir yfir lengra tímabil og það þarf að vera eftirlit með þetta sé allt innan rammans. Þannig að þetta svona starf sem klárast ekki, þetta bara þarf að vera hluti af því að reka vinnustæðin að passa þessi hlutir séu í lagi og allir taki þátt. Og þá komum við aðeins að þessu sem að varðar vinnu barna sem eru yngri en 14 ára, almennt séð að það mega þau ekki vinna. Það er bara svona hin gullna regla. En þau mega þó vinna í menningar og listviðburði og við íþróttastarfsemi og við auglýsingastarfsemi. Nákvæmlega þetta og ekkert annað. Þannig að byrjum blöð, nei, það er ekki boði og ef þau eiga að vinna þá þarf að sækja leyfi til vinnueftirlitsins og þá til þess að veita slíkt leyfi þá þarf að liggja fyrir áhættumat fyrir það starf eða verkefni sem að þau munu taka að sér og þá á að horfa bæði í þessa reglugerð þessa sem fjallar þetta frá 99 en líka önnur reglugerð sem er frá 2006 og fjallar bara almennt skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum og nær það til vinnustaðarins í heild þessar skriflegu áætlun öryggi og heilbrigði sem ég nefndi áðan sem felur í sér að gera líka áhættumat fyrir öll störfin á vinnustaðnum fullorðnum og ungmennunum. Nú þetta áhættumat og áætlunarforvarnir þarf að fylgja umsókninni undanþáguna. Ef á sækja undanþágu þá þarf það að fylgja með og rauði þráðurinn þarna ef á að veita svona leyfi þá þarf það að vera alveg ljóst að skólaganga þeirra sé að jafnaði ekki að raskast. Ef að veita svona ungum börnum leyfi. Nú þetta eyðublar að finna á heimasíðunni okkar þannig að ef að þið einhver ykkar þeirri stöðu að sækja slíkt leyfi þá þetta þarna og undir liðnum eyðublöð og þetta bara að senda til okkar á netfangi okkar og þá er það tekið til afgreiðslu en gott að gera það með góð fyrirvara þannig að það sé hægt að afgreiða málin áður en að vinnan á að hefjast. Aðeins þá hvað áðan var ég að tala bara ungmenni í heild sinni
Aðeins strangra með þessi yngstu, 13-14 ára og börn í skyldunáminu. Þau mega bara vinna hættuleg störf af léttara tagi og forsendan eins og áður að hún ógni öryggi eða heilbrigði. Þau mega hvorki vinna við né vera í nálægð við hættulega vélar, eða bara vélar yfir höfuð, ekki bara hættulega, bara vélar. Þau eiga ekki að vinna með neina vélar og ekki vera nálægt þeim og við höfum dæmi slys þar sem að krakkarnir voru alls ekki að vinna við vélarnar, þú voru bara einhvern að þvælast nálægt þeim og urðu hrikaleg slys í 2 tilvikum sem ég man eftir. Þannig að þar verkstjórnin og passa það að krakkar sig ekki að fara inn á svæði sem þau eiga alls ekki að vera á, þau skynja ekki þessar hættur, þau sjá þær ekki. Þannig að þetta bara lykilmál og sko verkstjórnarmál algjört. Hættuleg efni sama og svo mega þau ekki lyfta þungum byrðum og það hefur náttúrulega verið að vaksa, stoðkerfið ekki fullmótað og þau eiga bara ekki verið að lyfta meira heldur en þarna segir hámark 8-10 kíló, það er svona viðmiðið. Og hvað mega við gera? Jú, mega gera allt sem þið sjá þarna, eins og sagði áður létt störf. Og það eins og í unglingavinnu, það mikið verið að til arfa og gróðursetja og raka og vinna við blóm og þarna má vinna eins og segir rétt fóðrun, hirðing og gæsla dýra en það má alls ekki vinna við einhver vilddýr sem eru ófyrirsjáanlega, skilji. Þannig að þú mátt ekki vera að vinna með ljón í búri, sko, það aðeins og langt gengið. Þannig að það svona meta það, kemur áhættumatið aftur til skjallana, létt fiskvinnslustöður segir þarna. Og það þýðir létt röðum eða flokkun, þú mátt sem sagt vera innan fiskvinnslu en þú mátt alls ekki vera í grændi vélar, neinar vélar. Þannig að þetta þarf að passa og þú mátt ekki lyfta þá á þungum kössum sem dæmi, en þú mátt kannski vera flokk eitthvað, það eru svona viss störf sem þú mátt gera. Í búðum, af því að það er bónusónu nefndið náðan, að þau mega vinna létt störf en þau mega ekki lyfta þungum byrðum og þau mega ekki vera á kassa fyrir þau eru orðin fullra 15 ára og það er fæðingadagurinn sem gildir. Þannig að 13 og 14 ára krakkar á kassa, það er ekki boðið. Og við erum búin að senda í gegnum tíðina mikið og oft upplýsingar út þetta og þetta er svona viðvarandi verkefni, þannig að gott ef að þið hjálpið til við að dreifa þessum upplýsingum því að það koma nýju stjórnendur alltaf og þeir kannski vita þetta ekki og þannig að þetta er bara eitthvað sem þarf að passa. Þetta hefur með þroskan að gera og ábyrgð á fjármunum og kannski þó að flesti kúnarnir séu frábærir og brosandi þá koma svona gargandi reiðir kúnar stundum og þessi krakkar hafa bara á ekki að setja við þá stöðu að þurfa að standa frammi fyrir því að fá gusu yfir sig. Það er ekki góð reynsla að lenda í svona aðstæðum. Nú aðeins vinnutímann, það er eitt sem þarf virkilega að passa vel og þegar vera skipuleggja þá vinna og þarna gildir ólíkt 13-14 ára, annars vegar svo börn 15 ára í skyldunámi og unglingar 15-17 ára og þessi yngstu sem sagt mega þá ekki vinna milli 20 á kvöldin, sem sagt 8 á kvöldin til klukkan 6 á morgnana. Þau alltaf að fá 2 daga frí í viku, helst samfellt, alltaf á sundegi allavega og þau þurfa að fá lengri hvíldartíma heldur en eldri unglingurinn og þarna er líka tilgreint, það mega þau vinna mikið með skólanum, þau mega vinna hámarki 2 klukktíma á dag, 12 tíma á viku eða utan skólatíma 7 klukkustundir á dag og 30 tíma á viku. Aðeins langar mig að nefna einhver verkfæri og hjálpargögn sem er á heimasíðan okkar. Við erum með vinnuumhverfisvísa sem eru gagnlegir við gerð áhættumats, því ég aðeins búin að vera að nefna það og þar eru unga starfsmenn og þá er svona lykilhugtök, aldursmörkin, áhættumati, verkefni við hæfi, vinnutíma og hvíld. Það eru ýmsir bæklingar þarna að finna á síðan okkar. Fyrir utan vinnuumhverfisvísana, við erum með vinnuumhverfisvísa fyrir eitthvað starfsgreinar, við erum með fyrir 38 starfsgreinar, þannig að það er hægt að hafa alveg hjálp úr því. Við erum með þó nokkra bæklingum þarna á borðinu ef ykkur langar að taka með ykkur eða kíkja í og svo er alls konar upplýsingar á heimasíðunni líka vinnuungmenna meðal annars undir vinnuverndarvikunum. Nú, eftirlit og fræðsla okkar, þetta er bara hluti af okkar reglubundnu eftirliti að kíkja eftir þessu með vinnuungmenna. Á síðastliðnum 5 árum hefur við gefið 34 fyrirmæli og 4 ábendingar vinnungmenna. Við hefum haldið vinnuverndarvikur sem fjalla sérstaklega ungmenna, þetta er sem sagt Evróps þá, þegar þessi átök sem við farið í og haldið fundi og samkeppni í skólum og haldið ráðstefnur og verið að reyna þetta að vekja athygli á þessu.
Svo ég nefndi senda úr helling af dreifibréfum, það er fjallað þetta námskeiðin hjá okkur og ástefnum og ýmsum fundum. Þannig að þetta er svona viðvarandi verkefni, stöðugt verkefni, svolítið eins og áróður gegn reykingum. Hann hefur skil viðvarandi árangri og auðvitað sáum við tölum frá þér Arndís áðan að vinnuþátttakan hún hefur dregið úr henni. Kristín ætlar að segja frá vinnuslýsunum, þá heyrum við hvernig það hefur þróast. Þannig að það þarf að þetta er svona kannski verkefni sem er langtímaverkefni. Nú það er til fræðsluefni fyrir kennara sem þeir geta notað í skólafræðslunni sinni, í lífsleikni eða hvað sem er. Og forvarnir að vinnustað, það er eitthvað sem er samvinna fyrir marga og það sem að kannski nefna og er ekki búin að nefna þarna áður að virkja öryggistrúnamenn og verða á vinnustöðum. Það er eitthvað sem að þeir eiga og geta hjálpað til við þetta. En síðan síðasti punktur að fræðslu í vinnuvernd þarf að koma kerfisbundið í starfsnám og háskólamenntun. Það er bara lykilmál. Því að ég held að margir stjórnendur sem að koma út í atvinnulífið hafa ekki mikið heyrt vinnuvernd eða veltinni fyrir sér. Þannig að það er eitthvað sem er verkefni sem við í Vinnueftirlitinu erum að ræða mikið þess staðana og teljum að þurfi að gera bragarbót á. Nú síðan þetta að koma heill heim úr vinnu, það er bara stóra markmiðið og þetta er bara sjálfbærni. Ef þú kemur heim úr vinnunni í dagslok, vikulok, í árslok og við starfslok. Að geta vita það þegar þú byrjar að vinna, ferð út á vinnumarkaðinn, að þú getur líka hugsað lífið inn í framtíðina að þú komir líka heill heim eftir 47 ár eða var ekki eitthvað slíkt fyrir að vinna. Þannig að það er markmiðið og það er sjálfbærni. Og þá held ég að ég sé búinn og örugglega búin að brjóta allar tímareglur. Við erum vel sett tímalega og næstur tala Kristinn Tómasson, yfirlæknir hjá Vinnueftirlitinu og hann ætlar að reynda að fara yfir vinnuslys barna og ungmenna og gjörðu svo vel. Þú varst til að skræta inn, eða ekki? Ég heiti Kristinn Tómasson og er yfirlæknir Vinnueftirlitsins og á að spjalla vinnuslys á börnum og ungmennum. Það er nú svo sem nokkuð lækna við þeim alltaf gaman á hörmungum annara, segir kolleginn af vinnur. Og þannig að vinnuslys á börnum og ungmennum er því miður alþjóðlegt fyrirbæri og þegar við sjáum það á myndum frá Indlandi eða Bangladesh eða eitthvað svoleiðis, þá tölum við mjög hneyslandi vinnuþrælkun og erum ægilega hneyksluð og erum vandlætum í mánuðum saman. En þegar þetta gerist hérna í bakgarðan okkar, að þá fréttist kannski af því í frétt í Morgunblaðinu sem tekur svona 4 centimetra. Þetta er svolítið stíllinn hjá okkur. Við verðum svolítið að horfa til okkar sjálfa og velta svolítið fyrir okkur í hvað stöðu erum við sem samfélag og hvernig tölum við okkur. Við verðum alltaf að hafa hlutin í lagi hjá okkur og þess vegna held ég sé ágætt fyrir mig að fá að tækifæri til þess að rúlla yfir nokkra þætti. Ég sem er möppudýr, er embættislæknir og við embættislæknar erum möppudýr samkvæmt skilgreiningu og þá ætti ég byrja því að halda mig í lögum með vinnumenn. Það kemur fram að atvinnurekstur skal skrá öll slys sem eiga sér stað á vinnustað og leiða til andláts eða óvinnufærni í 1 eða fleiri daga. Auk þessum dag sem vinnuslysið var. Þetta fyrir mig að benda til þess að sá sem skrifaði lögin hafi átt erfitt því að hann leiddi til andláts í 1 eða fleiri daga, svona missir úr fasa þarna. Þannig að þetta er svona ber vott þannig að trúa okkar á framhaldslíf hér í Íslandi. En einnig skal og þetta er mjög mikilvægt atriði að atvinnurekstur hann á að halda bókhald einnig skal atvinnurekstur skrá óhöpp sem eiga sér á vinnustöðunum og til þess fallin að valda slysum. Ég held að þetta er kannski atriði sem ber að leggja mikla áherslu á. Þetta er hluti að þessum getum kallað gæðastjórnunarkerfum eða stjórnun þar sem við erum að reyna að bæta og hámarka árangur fyrirtækis og vernda bæði starfsfólk og vörur og framleiðslu. Því að hvert óhap sem verður á vinnustöðunum til þess fallið að valda líkamlegu tjóni til þess fallið að valda miklum skaða bæði á einstaklingum, framleiðslunni og ímynd þess fyrirtæki sem í endur.
Það er mjög mikilvægt að undirstrika þetta. Það er nú þannig að við hjá Vinnueftirlitinu eigum að geta hafa aðgang að þessari skráningu og einnig að þeirra aðilar sem eru þjónustuaðilar fyrir fyrirtækin ef þau hafa slíkan aðila á sinni skrá. Síðan kemur þetta að tilkynna okkur hjá Vinnueftirlitinu þau slys þar sem starfsmaður deyr eða verður óvinnufær einn eða fleiri daga. Það kemur aftur þessi skemmtilega trú á framhaldslífið. En þetta er grunnur af þeim gögnum sem ég ræði hérna á eftir. Og þarna slysið það sem rætt það sem slíkur á starfsmaður orðið fyrir langbunni eða varanlegu heilsutjóni skal tilkynna okkur innan sólarhrings. Og þá á tilkynna innan viku til okkar hjá Vinnueftirlitinu önnur slys. Það er ekki búið að semja reglugerð tilkynningu slysa og við svo sem býðum eftir, það er svona, ef maður hefur prófið lögum þá getur það ímyndað sér að það sé mikið þörf á því. Í grunninn þetta í góðum farvegi hjá flestum fyrirtækjum. Flest fyrirtæki hegða sig mjög vel. Þannig að þegar við erum að tala að fyrirtæki sé ekki að stunda það, þá gleymist það að kannski 95% af fyrirtækjum að bara stunda með góðan praxís í varðandi tilkynningu vinnuslysa miðað við efni og aðstæður. Og þetta þarf við kannski að huga að þegar maður tala hvað varanlegt heilstjón, þá áttu tilvik þar sem slasaði missir útlim eða hlutaútlim, beinbrotna fer úr lið, það meira áttar sár, missir meðutund, hlýtur skemmd á tögu, verður fyrir alvarlega augljósi innvortis meðslun eða eitrun. Og það er mjög mikilvægt að það liggja fyrir þessar upplýsingar, menn það hafa ekki verið miklar athugasemdir að hálfu neinn aðila þessi atriði til okkar. Og í minni upplifuna 18 ár af þessum tilkynningu þá hefur mér finnst ríkja nokkur sátt þessa stemningu í tilkynninguna. Vinnuslysskráin númer 1 til að sinna forvörnum. Hún aðgengileg á netinu þannig að þeir sem eiga erfitt með svefn í kvöld geta heimsótt neti hjá Vinnueftirlitinu og skoða slysatölfræðina og þangað til að þeir sofna. Þetta betri leið heldur en að telja sauðfé því að sauðfé ekki eins aðgengilegt eins og þessar tölur. Þannig að þetta öllum aðgengilegt. Síðan öll slys sem tilkynnt til Vinnueftirlitsins hluta slysaskrá Íslands sem landlæknisembættið heldur í samvinnu við okkur hjá Vinnueftirlitinu, lögreglu, Landspítala og heilsugæslu og nokkur par tryggingafélög. Því miður hún töluvert eftir árin þannig hún bara fyrir 2016 full kláruð til kynningar. En það svona ájefnið, þetta spurning forgangsröðun. Og hér bara til þess að minna á hvað áttu við með vinnuslys. Þar skyndilegur óvæntur atburður tengslum við vinnu sem veldur áverkum heilsutjóni eða dauða eins eða fleiri einstaklinga. Þetta skilgreiningi sem við notum og saman við skilgreiningum alþjóðlega vinnumálastofnunar. Og hér kemur nú glæra sem fjallar fjölda tilkynntra slysa á börnum frá 1986. Svona ef maður horfir á línuna fyrir stelpur sem eru bláar í anda jafnréttis, ég hef sagt að þessi bláar ég litblindur þannig ég ekkert hvernig þetta eru línina og ég hef sagt að þessi lágt og þannig mér alveg slett sama hvort að stelpur eru bleikar að bláar, þetta mjög svipað, en stelpunar eru neðri tölunar sem mér sagt að þessi blátt og þetta að hoppa á dansa þarna kringum 20-30 upp undir 40 slys núna síðan mjög mörg ár á hverju ári sem það eru tilkynnt slys á stelpum sem í vinnu til Vinnueftirlitsins. Þetta dálítið skrítið, þetta að framþróun í fjölda þessara slysa, hún virðist ekki vera þrátt fyrir svona menningarlegt og ekki innsæi í hvað eru vinnuslys og í raun þrátt fyrir að mörg fyrirtæki hafa í raun sitt starf á sviði slysavarna og almenna forvarna í fyrirtækjum. Slys á piltum var á tímabili mjög himinhátt hér fyrir 2000, þar voru heilmikil átök til að flagga því gagnvart fyrirtækjum, einstaklingum sem í atvinnu og framleiðslu, landbúnað og ýmsum framleiðslu, grundvallarframleiðslugreinum að tækla þetta mál.
Þessum slysum drengja hefur sem betur verið fækkað úr því að vera upp og 100 á ári, en við erum samt að dansa í tölum fyrir drengi sem á bilinu 40 til 60 vinnuslys á árið sem eru tilkynnt til Vinnueftirlitsins. Þetta eru náttúrulega ekki tölur sem eru í sambúðin svona menningarþjóðum sem vilja ekki sjá að börn lendi í hættulegum aðstæðum. Þannig að fyrir mér þetta svona merki það að við erum ekki náð þessum grundvall menningarstandard að börnin okkar eiga að vera örugg. Hvað að koma fyrir krakkana? Bara til þess að vekja athygli á því að þetta er ekki smá atburðir. Á tímabilinu 2011 til 2015 sem er svona balansera tímabili, það eru 64 krakkar sem beinbrotna í vinnunni. 5 árun á undan voru 74 og 5 árun þar undan 75. Þetta er ekki lítið magna beinbrotna, það segir mann að þetta eru mikil átök. Þarna eru krakkar sem missa líka líkamshluta, þeir missa fram að fingrum eða tám og aulafindin þeirra í kardíónum bænum að það ger ekki til, þó að missi fram á tánni sem að séu stífvírum, hún virkar ekki þarna Þetta mjög alvarlegir hluti sem gerast og þannig horfum við líka á það að æting sem með þessum hættulegra efna, það bara það sem æting þýðir á mannamáli. Að við erum að tala um það á síðustu 3 árum, þá eru 3 krakkar, árin þar á undan, þetta búið að dansa í kringum 5-6, einn krakki á árið sem að lenda í þessum kringum þeim að vera hendi í ætingu. Og við erum, síðan útvarpsblaðingar, það þýðir að krakkarnir að skera sig og þetta eru tíðir atburðir. Nú aðeins þess að horfa á svona algengustu fjöldi vinnuslysa meðal barna, þar sem fleiri en 100 krakkar hafa slasast. Ef við horfum á þessi tímabil frá 1906, af hverju vel 1906, það vegna þess að þá frá þeim tíma röð regla á skráningu vinnuslysa hjá Vinnueftirlitinu. Og kannski það. Þá eru 400 krakkar búin að slasa sig við fiskvinnslu. Á tímabilinu núna síðustu 3 ár 21 barn búin að slasast, þar á undan 70 börn. Mannvirkjageirinn, það hefur nú orðið almenn fækkun í slysum í landinu í mannvirkjageirunum. Börnum hefur nú sennilega fækkað í mannvirkjageirunum líka, en það hlutfallsleg fækkun á börnum svona í takt við það sem hefur orðið með fullorðina. Opinber þjónusta, það svona í tengslum við vinnuskóla, hjúkrunarheimili og annað slíkt, að það eru 20 börn að slasast á 5 ára tímabili og við erum ekki að lækka núna. Matvælayðnaðurinn, það vinnsla landbúnaðar, þetta ekki landbúnaðarstörfi, þetta þegar maður vinnur í slátrinu eða í matvælavinnslu, þá við að tala allokkur hóp barna. Síðan þarna fjarskipta og póstþjónustan, síðan kemur heildverslan til að minna á það að lager mjög hættulegt vinnusvæði, oft krakkar oft á samlega tímabundir yfir sumarinn á lager mjög hættulegur, það staflað hlutir mjög hátt upp og ef eitthvað fyrir úrskeiðist og ungmennir á svæðinu þá það gríðarlega hættulegt því að hrunhættir getur mikil. Hvernig gerist þetta? Menn fá á sig högg, menn klemmast í vélum, þrátt fyrir að menn helst ekki vera nálægt vélum, það var maður að gera. Krakkarnir að falla á jafnstöðu, en þeir líka falla á hærri stað. Þeir hafa komið tæri við hvað svo breyta hluti, þeir lendi í ofraunum og líkamann. Það sé bara verkefni var á þungt, þannig þeir kikna undan verkinu. Það eru ekki mörg rafmagnslýsin, hættulegu efni og efnasambönd. Það eru þarna á stærðargráðunni 8, 9, 10 slys sem við erum að horfa á. Þannig að það ljóst að þessi börn sem eru verið að tilkynna til okkar lendi í vinnuumhverfi sem ekki í takt eða stemningu við þá reglugerð sem Þórunn lýsir hér á undan og ekki í takt við það vinnuumhverfi sem við ætlum fólki og hvað þá börnum. Og þannig að maður þarf að taka þetta mjög alvarlega og velta fyrir sér hvernig viljum ná þessu í betra horf. Hér slysaskrá Íslands. Það eru þarna örfá börn sem bara kornabörn og það eru kornabörn sem hafa rambað inn á vinnustað og slasast á vinnustað, eru kannski fylgt með foreldrunum sínum og ramba inn á vinnustaðin og slasast.
og það gildir eins þessu 5-9 ára börn að það eru börn sem er að rampa inn á vinnustæmi í fylgd með foreldrum. Þetta er ekki í raun börn, vinnandi börn, þau eru á vinnusvæðum bara þess að vekja athygli á því. Það er ekki, menn ekki komnir á það menningastig að ráða 0-4 ára vinnu sko. Það má auglust vinna í því en Halldór Blöndal alþingismaður og ráðherra fyrir hann kvart undan því 4 eða 5 ára að sögn frækna hans að hann væri að þrækka hann út og beint á það að hann væri ekki á þeim aldrei vitlaust vinnudýr, þannig að 5 ára þá svo, þannig að það liggur fyrir að þetta er löng saga í þessu. En það eru þarna aðeins er hópur á stærðgráðunni 2-20 börn á hverju ári sem er aldrei 10-14 ára sem er að slasast og koma inn í slysaskrá Íslands. Þannig við vitum meira. Og aldrei 15-19 sem eru 15-18 ára, þá erum við að tala bara á árið 2016 að þá eru 155 stelpur sem slasast að ykkur leyti og 240 strákar sem slasast að ykkur leyti. Þessi slys eru miklu minna alvarlega stærri hluta heldur slísi sem eru í skráni hjá okkur. Bara þannig að við tökum hérna hraðspólum tilbaka hérna að þið sjáu að árið 2016 þá eru rétt 25 stelpur tilkynntar og rétt 55 strákar. Þannig að þetta er miklu færri slys heldur en eru komið inn til vinnueftirlitsins. Og það er vegna þess að við erum að taka við alvarlegustu slysunum. En þessi sem kom í slysaskrá Íslands er það sem er komið með barn inn á slysavarðstofu, inn á heilsugæslu, það er tilköllu lögreglan eða annar aðili vegna þess að krakkin hefur meitt sig í tengslu við vinnu. Og þannig að við sjáum og það sem þetta gefur okkur til kynna að þetta er fjöldi það þekktu óhappa sem leiddi til smáskrámu að minnsta kosti sem við sem samfélag vitum meðal okkar ungmenna og sem gefur kynna að við getum klárlega náð töluverðum framförum. Það sem er svo mikilvægt í þessu er kannski að ég, allan fyrir mitt leyti, þá finnst mér afar mikilvægt að börn og ungmenni fá að kynnast íslensku vinnumarkaði. Á sama tíma maður segir það að þá er mjög mikilvægt að börn og ungmenni þurfa að vera sérstakt forgangsmáli í vinnuverndarstarfi, þannig að vinnuveitendur og aðrir slíki sem hugsa sér að nota fara sér starfsmæta barna og ungmenna, að þeir spyrja sjálfur sig, hvernig ætlum við að tryggja að hlutin séu virkilega góðu lagi. Og við þurfum líka að spyrja okkur að því að hvernig að kennsla í vinnuvernd þarf að byrja í grunnskólum. Það er afar margt framandi sem ég hugsa til þess þegar ég fer yfir námskeið barna minna sem eru raunverulega allgömul þegar þau voru í lífsleikni og alls konar mjög merkilegum fræðsluerindum í skólanum sko. Þetta var mér afar merkilegt sérstaklega og svo þegar maður velti því fyrir sér að algengistir hlutir sem börnin verða fyrir þau áreiti sem þau kynnast í vinnu og leik og starfi að það fá mjög litla umfjöllun. Börn eiga náttúrulega að rjóta hámarks mannréttinda og það er mjög áberandi í öllum mannréttindasáttmálum veraldar. Það meira segja hjá hann Kim Il-jung, hérna Norður-Kóreu leiðtoganum, hann hefur skoðunar á því ekki eins og öðru. Þannig að þetta er eiginlega alls staðar samþykkt að þetta sé ekki boðlegt, að krakkar sé ekki forgangur. En umfram að leið og við setjum þetta í þann forgang, að þá þarf maður að gæta þess að við sem ekki að loka því menntunartækifæri sem vinnumarkaðurinn er. Vinnumarkaðurinn er menntunartækifæri með þroskatækifæri, en þroskinn á menntunni sem þarf að fara fram þetta, hann þarf að vera samræmi við hver einstaklingurinn er. Og við þurfum líka að undirstrika að allir, ungir sem gamlir, þeir eiga að njóta þeirra mannréttinda að koma heilir heim. Alltaf. Undir öllu kringumstæðum og vinnan hún fjallar ekki með tvennt, það er velíðan og velmegun fyrir okkur sjálf og samfélagið. Og með þessum orðum þá legg til að við reynum að koma íslensku samfélagi á þann stað að við getum horft á okkur sjálf og sagt að við getum verið fyrirmyndar í vinnuvernd barna, þannig að við þurfum ekki að fá verið í vandræði með að svara þeirri spurningu hvort að barn hafi slasast við framleiðslu á þessari vöru. Það er ekki gott að þurfa að svara því játandi. Ég held að það sé eitthvað versta sem innrekandi eða sá sem einn
vera sem ég þekki vel, hann talaði við mig og hann sagði það versta sem hefði komið fyrir hann hans feril var það að ef hann spurði það slasaðist barn hjá þér í framleiðslunni þetta árið og hann sagði já því miður, ég hefði þurft að merkja við þannig það slasaðist barn hjá mér og það það ömurlegasta sem kom fyrir þann iðnrekanda og ég held að það enginn sem vill vera í þeirri stöðu og við þurfum að vinna í að koma okkur frá því. Takk. Kæra þakkir Kristín og þú einmitt leggur áherslu á það að það mikilvægt að börn fái aðgang á atvinnulífinu og rétta fræðslu og þá einmitt komið að næsta erindi sem úttekt embættisins á vinnuskólunum en börn auðvitað byrja, flest kannski börn byrja og stíga sem fyrst skref á atvinnumarkaðnum í vinnuskólum sveitarfélaganna. Og embætti umboðsmanns barna hefur auðvitað margvíslegt hlutverk en eitt af því að við fáum í margvíslegar ábendingar sem við fylgjum eftir og reynum að gera eftir eins og kostur og við fengum með 2 ábendingar eða nokkrar ábendingar í vor sem verður vinnuskólana og embættið hefur í gegnum árin fengið fjölmargar ábendingar sem varða vinnu barna almennt. Og okkur fannst því mikilvægt að gera úttekt á því hvernig þessum málum væri háttað hjá sveitarfélaginu og nú komið að Eðvaldi Einari Stefánssoni, sérfræðingi hjá embættinu sem hélt utan þessa gagnaöflun, við fengum svör frá öllum sveitarfélagunum og hann ætlar að kynna helstu niðurstöður. Gjörðu svo vel. Svona ég ætla að hún svo næm úsin hérna ég veit ekki þetta komið til eins og Salvör að segja þá fórum við inn í þessa könnun og út af ábendingum sem við fengið og ég ætla aðeins að fara svona nánar út í þær niðurstöður sem við fengum. Það er ljóst að ég get ekki sagt frá öllu ítarlega á þessum 20 mínútum sem ætlað en þetta svona helstu niðurstöður. Og eins og áður hefur komið fram, þetta svör frá öllum 73 sveitarfélögum að þetta voru 26 spurningar í 10 liðum sem fengu svör við. Niðurstöðurnar þær að það voru 59 sveitarfélög með vinnuskóla og íbúafjöldi þessa heildaríbúafjöldi 98,9% af heildin. Þannig að og þau sveitarfélög sem 14 sveitarfélög sem var ekki með vinnuskóla og það íbúafjöldi samanlagt 3.874 sem þýðir að þetta er fámennari sveitarfélög sem eru ekki með vinnuskóla. Það sem ég standa hérna við því að kannski ástæða fyrir því að sveitarfélög ekki með vinnuskóla það getur verið að það voru einfaldlega ekki börn sem voru sem aldri, vinnuskóla aldri eða þá að sveitarfélög gerð samning við annars sveitarfélögum að vera með vinnuskóla fyrir þau börn sem voru í sveitarfélögum. Þannig að það voru ýmsar ástæður sem voru gefnar. Hvaða árgöngum stendur til boða starfi í vinnuskólanum? Þetta voru aðalega það var algengast að 7., 8., 9. og 10. bekkur væru með vinnuskóla en þó voru einhverjum sveitarfélögum voru 8. og 9. bekkur og öðrum sveitarfélögum þá bara 9. og 10. bekkur og einhver sveitarfélög og helmingur 27 voru með líka 7. bekk þannig að það er svona allur gangur þar á. Vikur sem ungmenni geta starfað í vinnuskólanum algengast, þetta voru allt í bilinu 4 til 10 vikur, algengast voru 4 til 6 vikur og hérna getið þið séð svona hvernig skiptingin er. Þetta eru 6 vikur í 9. og 10. bekk, 5 til 6 vikur í 8. bekk, 4 vikur sem voru búið yfir 7. bekk. Þannig að sá tími sem ungmenni fá það minnkar eftir því sem eru yngri eða þá það eykst eftir því sem eru eldri. Og þarna var það að minni sveitarfélög bjóðu upp á fleiri vikur.
og daglegur vinnutími það frá 3 til 7 klukkustundir og fer þá eykst þá eftir því sem börn verða eldri. Ég var að reyna að fara svona aðeins fljótt yfir, ég ætla að vona að ég fari ekki of fljótt yfir glærnar en svona ég reyna að halda mér við efnið. Tímakaup ungmenna voru mjög mismunandi. Við sjáum að hérna lægsta tímakaupið fyrir nemenda í 7. bekk 437 krónur og hæsta 1484 krónur og það óháð aldrei eða bekk, það fyrir allan aldur. Og það kemur líka í ljós þessari könnun að það eru frekar fámennari sveitarfélög sem greiða hærri laun en þau sem stærri eru. Og því sjá hérna dæmi launamun fyrir 8. bekk og það lægst borgað í Blönduósbæ og Skagaströnd það sem eru 498 krónur og hæst í 1484 krónur, þetta í Svalbarðshreppi. Og eins áður með vinnutíma þá fer þetta hækkandi eftir aldri. Og þá sumum tilvikum eru launin ákveðin sem hlutfalla af lágmarkslaunum og þetta oft svona ákveðið á sveitarstjórn eða bæjaryfirvöldum sem fara þarna með vinnuskóla. Þá kemur að öðru og því sem við vildum skoða sérstaklega og það eitt af því sem ábendingi snýrast það var það hvernig starfsemi vinnuskólans skilgreind. Við fengum ábendingu að var að skilgreina vinnuskólan sem frístundastarf og við vildum skoða það sérstaklega. Við erum ekki alveg sammála því þeirri skilgreiningu. Við viljum telja að hér vinnu barna en ekki frístundastarf. Þannig við vildum skoða þetta sérstaklega. Hérna kemur ljós að það eru 27 sveitarfélög sem skilgreina vinnuskóla sem þátttöku á vinnumarkaði, 16 sem skilgreina sem frístund tómstundastarf, 7 sem sambland á þátttöku á vinnumarkaði og frístund og 7 sem skilgreina sem sambland á námi eða vinnu. Námi og vinnu. Það er frekar óljóst hvernig skilgreiningin að starfsemi vinnuskóla og ekki alltaf skýr hvers eðlis vinnuskólinn í raun. Það væri því þörf á að samræma betur hver skilgreining og hvert hlutverk vinnuskólinn ætti að vera. Það var svona okkar mat. Og hér dæmi skilgreiningu þátttöku vinnuskóla sem nemendur þar sem boðið upp á frelsi umhverfismál og vinnumarkaðinn, að kenna nemendum að hegða sér og að vinna og hegða sér vinnustað og einfaldlega að veita nemendum vinnu yfir sumartíma. Þannig við sáum hér margvíslega hvernig margvíslega skilgreining. Býður sveitarfélagið upp á úrræðalausnir í vinnuskólanum fyrir ungmenni, til dæmis með ofnæmi, sjúkdómi eða fötlun ungmenni. 53 segja já, 4 segja nei, eða hefur ekki reynt á þau úrræði og ekki vita hjá 2 sveitarfélögum. Hvernig úrræði það sem í boði? Þetta frekar mismunandi. Það voru fyrir fötluð börn og yfir frístundastarf eða verkin það sem fötlun hindraði ekki þátttöku eða önnur verkefni við hæfi. Þá var í þessum tilvikum stuðningsaðili fenginn til að vera með barnin, ungmenni. Þá kemur líka að segir líka í þessum svörum að það var einn sveitarfélag sem bent á að vera ekki auðvelt að fá stuðningsaðila fyrir viðkomandi ungmenni og því sem myndi væri þá hamlaði þá þátttöku ungmennis í vinnuskólanum. Það voru líka dæmi það. Eins og kemur hér fram í þessari glæði.
vinna ungmenni í vinnuskóla sveitarfélagsins er einn veikindarétt? Nei, í flestu tilvikum gera þau það ekki 38 sveitarfélögum. 18 sveitarfélög, í 18 sveitarfélögum þá vinna þau sinn veikindarétt, en í 3 ekki vitað. Hér er þetta ekki skýr. En nú kemur það átomatinu eins og hún fór vel yfir hún Þórunn í sínu erindi og þá er atvinnurekanda skylt framkvæmt áhættumat samkvæmt þessari 5. greina reglugerðar um vinnu barna og ungmenna. Það er alveg skýrt og tilgangurinn er að stuðla öryggi og heilbrigði starfsfólk og koma í veg fyrir heilsutjón. Þá skal atvinnurekandi tryggja kennslu og leiðbeiningar þannig að vinnu sé ekki hættuleg öryggi eða heilsu þeirra ungmenna sem stunda sem eru í vinnu. En hefur áhættumat farið fram? Nei. Í 34 sveitarfélögum hefur það slíkt mat ekki farið fram. Það er ekki vitað í 8 sveitarfélögum. Ég sé nú ágætis fréttir að í sveitarfélögum hefur sinnt þessari skyldu og gert áhættumat á vinnu barna og ungmenna. Önnur ábending sem fengum, það var varðandi hlífðar og öryggisbúnað. Og það kom líka vel skýrt fram í erindi Þórunnar að þá á að vera gerð krafa að starfsfólki sé sköffuð eða sé útdugð ákveðið hlífðarfatnaður í mikil rigningu. Þessi ábending hún kom fram í rigningatíð þar sem við sáum að það voru rigning dag eftir dag og ungmenni að vinna í beðum og í garðyrkju og ekki kannski viðeigandi fatnaði eða höfðu ekki tækifæri til að útvega sér viðeigandi fatnað sjálf. Þessi spurning hún var listuð upp með mismunandi valmöguleikum. Við spurðum hlífðarfatnað sérstaklega, við spurðum regnfatnað, öryggisskóbúnað, sýnileikafatnað, heyrnarhlífar, öryggisgleraugu og svo framvegis og annað. Flest sveitarfélög voru með sýnileikafatnað sem þetta sjálfsagt mál. Heyrnarhlíf og önnur öryggistæki voru nefnd ef eðli starfsins væri þannig. Það mátti hins vegar greina í svörum að hlífðar og öryggisbúnað var ekki krafist í þessari vinnu sem ungmenni voru inn af hendi með þessi svör og einhverjir tóku það fram að það var til auka hanskar á þetta að halda en í öðru leyti var það undir ungmennum sjálfum komið að útvega slíkt. Og hér er svona dæmi þessi svör. Það við gætum hérna og síðast að það sem flest vinna á landbúnaðarstörf heima þá eiga þau flestan fatnað sem þarf þannig að þetta er líka kannski svona umhverfið hvað er tilheyrandi í viðkomandi umhverfi. Hér er gert ráð fyrir að það helst sér til. Og þá koma verkefnunum. Í hverju felast verkefni ungmenna í vinnuskólanum? Flest verkefnin eru tengd garðyrkju eða almenni umhirðu í sveitarfélaginu. Þá bjóða samt þó sveitarfélög upp annars konar verkefni, til dæmis aðstoð í ýmsa viðburði á vegum sveitarfélagsins, aðstoð á dvalarheimilum og styrkir veitti til afreks ungmenna í tómstundum, íþróttum og listum yfir sumarið og þá var sumstaðar í bóði starfsnámi og leikskólum, leikjanámskeiðum í íþróttaþjálfun og svo framvegis. Eru dæmi með ungmenni í vinnuskólanum sinni verkefni sem sveitarfélagið fær greitt fyrir. Í 20 sveitarfélögum eru dæmi slík verkefni og þau verkefni eru aðalega tengd kannski vinna fyrir einstaklinga, til dæmis eldri borgara, fyrir félagasamtök eða fyrirtæki eða fyrir allt, bæði fyrir einstaklinga og félagasamtök eða fyrirtæki. Í þeim tilvikum.
Ungmennum í vinnuskólanum búið upp á fræðslu og réttindum skyldur á vinnumarkaði? Já, og nei. 28 sveitarfélög bjóða upp á fræðslu réttindi og skyldur á vinnumarkaði og 28 gera það ekki. Það er ekki allstæðar til staðar fræðslu uppbóði fyrir ungmennum með réttindi og skyldur, en það kemur líka alltaf, og það er alltaf einhver sveitarfélög sem vita það ekki. Og hér eru það 3 sveitarfélög sem hafa ekki þá vitneskju. Ég vildi þetta almenn fræðslu frá flokkstjórum, þar sem að fara í launaseðla, einhverja frá heimsókn frá stéttarfélögum með verkalýðsfélögum og í mörgum tilvikum er þetta sérstaklega fræðsludagur í upphafi. Ungmennum í vinnuskólanum búið upp á fræðslu hollusætti og öryggi vinnustað, eins og til dæmis meðferð tækja og verkfæra. Það er mjög ánægjulegt að segja að í 42 í meirihluta sveitarfélagi er slíkt gert, og yfirleitt er þannig að það eru flokkstjórar eða aðrir sem sinna því og fara jafnt og þétt yfir slík fræðslu. Ungmennum í vinnuskólanum búið upp á fræðslu eðlilega og jákvæða samskiptahætti á vinnustöðum. Eins og meirihlutinn bjóð upp á slíka fræðslu í 33 sveitarfélögum, 24 ekki, og svo er alltaf einhver sem vita ekki, og það eru 2 sem hafa ekki vitneskju um hvort að slík fræðsla fari fram. Og það er eins og áður, það er algengast að farið sé yfir þessa þætti í upphafi áður en vinnuskóli hefst og í samræði við hinn svör. Hefur sveitarfélag sett sér reglur um starfsemi vinnuskólans? Flest hafa gert það. 39 hafa sett sér reglur, 16 hafa ekki sett sér reglur um starfsemi og 4 hafa ekki vitneskju. En í þeim tilvikum sem reglur voru til staðar, þá voru þar aðgengilegar á vefsíðu sveitarfélagsins eða vinnuskólans, og í einhver tilvikum þurftu forsjáraðalar að pitta fyrir að hafa lesið þessar reglur. Hérna skýrslan er dæmi slys í ungmennum í vinnuskólanum. Í 17 tilgreinir að það hafa orðið einhver slys, en þá voru þetta minniháttar slys sem ræðir og ekki í 35 sem hafa ekki orðið slys og 4 sem veit ekki. Og þá komum við að okkar uppáhaldsgrein og kannski okkar spurningu. Ég ætla að rétta ég hef þessa grein 12. barnasáttmálans, þetta er réttur barns til að láta í ljós skoðanir sínar og hafa áhrif, en samkvæmt barnasáttmálanum þá hafa öll börn rétt á því að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum sem þau varðar og að tekið sér rétt með tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur og þroska. Og þetta tengir svolítið næstu spurningu, en sem er leitað samráðs hjá ungmennum í sveitarfélögum varðandi starfsemi og starfsumhverfi skólans. Ég veit ekki hvort þetta komi okkur neitt sérlega á óvart, en hér er það 41 sveitarfélög sem hafa ekki leitað samráðs hjá ungmennum varðandi starfsemi eða starfsumhverfi í vinnuskólanum. Og það er kannski ekkert það er kannski ekki voðalega hátt að bara 14 sveitarfélög hafi leitað saman. Við viljum alltaf sjá þetta fleiri hjá flestum sveitarfélögum. Við viljum að sjá ákveðið samtala milli ungmenna og þeirra sem ráða og þau hafi þá eitthvað sitt starf og starfsumhverfi að segja.
svona í samræði við þetta ákvæði barnasáttmálans. Og svo að lokum þá fá ungmenni í vinnuskólum umsögn störf sín í vinnuskólum í lok sumars eða aðra endurgjöf. Og þetta er svona, kannski svipað róli, það eru 27 sem veita slíka umsögn og 30 sem veita ekki umsögn í lok sólans. Það er svona til að draga þetta saman í lokum þá er laun og vinnutími er mismunandi eftir sveitarfélögum og mismunandi eftir aldri og nemenda. Mörg sveitarfélög skilgreina þátttöku í vinnuskóla sem er frístund eða tómstundastarf eða samblanda frístund og vinnu. Flestir bjóða upp úrræði og lausnir fyrir fötluð ungmenni eða ungmenni með ofnæmi eða sjúkdóma. Og við vitum að framkvæmt áhættumats er ábótavant og endingu ekki er leitað samráðs hjá ungmennum varðandi starfsemi eða starfsumhverfi. Svo svona til að enda þetta alls saman, þó ætla ég bara að gera þess að skýrslan verður aðgengilega á vefsíðu umboðsmanns barna eftir þetta málþing og í næstu viku, við stefnum því. Og ég hef alls ekki farið ítarlega yfir þessar niðurstöður en ég ætla að vona að þetta hafi komið nú einhverju gagni en hefur reynt að draga þetta helsta fram. Þá þakka ég bara kærlega fyrir mig. Kæra þakki fyrir þessa yfirferð og eins og hann sagði þá verður þetta aðgengilegt hjá okkur á vefsíðu okkar væntanlega inn í lok næstu viku og meðal annars höfum við svona aðeins verið að skoða hvað kannski 10 stærstu sveitarfélögin sérstaklega í einstaka spurningum en það er ýmislegt áhugavert þarna sem kemur fram. En ég hef nú ekki boðið upp á neina spurningar hérna á milli og ég ætla ekki að gera það alveg strax vegna þess að við erum með pallborð hérna eftir og ég ætla að biðja að bíða aðeins með spurningar ef það eru þá vegna þess að við ætlum að reyna að halda sem best tímann en eins og Eðvald kom að í lokin að þá náttúrulega skiptir miklu máli að við höfum samráð við ungt fólk og eitt af því ánægilegast og mikilvægast held í okkar starfi sem umboðsmann barna er einmitt ráðgjafahópur okkar sem við höfum og það eru 2 fulltrúar hans hér hjá okkur og þau ætlum að segja frá sinni reynslu og svona hvernig þetta mál blasir við því við erum nú búin að tala mikið vinnu barna en þá eru komin fulltrúar þeirra sem að vinna á þessum aldri. Gjörið svo vel, hér eru Vigdís Sóley og Kristján. Gjör svo vel. Þurfum við bara í það mikrofónu? Já, þið talið, það er ekki bælt að veita ykkur rosa mikið. Ok. Já, ok. Ég heiti Vigdís sem það. Kristján. Já, ok. Okkur finnst að vera mikilvægt að veita meiri fræðslu vinnumarkaðinn í grunnskóla og þá líka í framhaldsskóla. Í grunnskólum væri sniðugt að nýta lífsýningartíma í þetta. Ungmenni þekkja oft ekki mikilvæg vinnumálahugtök á borð við skattkort, persónuafslátt og lífeyrissjóð. Það er líka mikilvægt að kynna fyrir þeim sín réttindi. Eins og með stéttarfélögin, ungmenni vita oft ekki hvað stéttarfélög eru, hvort þau séu stéttarfélög og í hvað stéttarfélagi þau eru og hvernig þau að leita þangað. Það eru einhverjir framhaldsskólar sem veita tíma í fjármálaleysi þar sem fólk lærir allt sem það þarf að vita vinnumarkaðinn en auðvitað ættu allir skólar að bjóða upp á svona fræðslu. Svo gerist það náttúrulega þegar það er svona lítil fræðsla að þá þekkja ungmenni ekki sín réttindi og skyldur þegar þau eru í sínu fyrsta starfi. Svo þetta býður upp á það að þau eru bara mjög opin fyrir ýmiss konar misnotkun af hálfu atvinnuveitenda síns. Þetta getur farist til dæmis í því að þau eru að taka of langar vaktir, fá í pásu, þau eru að vinna við óásættanlegar aðstæður eða það eru jafnvel til dæmi sem ég hef heyrt annar handar af fólki sem er borgað svart fyrir að tilkynna ekki alvarleg vinnuslys og þó að ég hafi ekki heyrt mikið það. En það eru alveg til í dæminu að vinnuveitendur
vinnuveitandur geti reynt að nýta sér þetta og reynt að komast upp með hluti sem þeir myndi ekki reyna með reyndari einstaklinga einfaldlega vegna þess að þeir myndi aldrei láta það ganga yfir sig. En börn sem er sínu fyrsta starfi, þau hafa ekki reynslu til þess og kunnáttu til þess að taka á svona hlutum og vita ekki hvert þau að leita til dæmis til stéttarfélaganna því að þau vita ekkert í hvaða stéttarfélagi þau eru eða undir hvaða kringumstæðum er viðeigandi að gera það. En lausnin við þessu er í raun og veru bara að fræða þau betur og það er alveg tækifæri til þess að gera það. Já, og svo vinnuskólan. Hugmyndin vinnuskóla er mjög sniðug og vinnuskólinn er góður undirbúningur fyrir unglingar sem eru stíga til fyrstu skref á vinnumarkaðnum. Unglingar fá tækifæri til að gera og læra mjög margt, en margt mætti gera betur. Fyrst og fremst mætti þá vera miklu meiri fræðsla. Mörgum krökkum er veitt fræðsla forvarnir áfengi og eiturlyf, en krakkar eru nú þegar búin að fá mikla fræðslu þessi málefni í grunnskólanum. Og það mætti breyta til og fá þá meiri fræðslu vinnumarkaðinn fyrst þau fá þá enga fræðslu í grunnskólum. Já, við þekkjum engin dæmið sem krakkar fá fræðslu vinnumarkaðinn. Nei. Og það er gott að skjóta því inn í að okkur finnst mjög gagnleg sú verklega bara reynsluöflun sem að fer fram í vinnuskólanum. Og okkur finnst hún mjög sniðug til þess að fólkið mitt lærir þessa kunnáttu á að taka á aðstæðum sem að skapast á vinnumarkaði. En þá er líka mikilvægt að það sé líkt eftir þeim aðstæðum í vinnuskólanum og það sé ekki bara eitthvað félagsheimili. Af því í flestum dæmum sem að ég þekki að þá var þetta einfaldlega þannig. Fólk eyddi langmestum tíma í leiki og hópefli. Já, í vinnuskólanum fer stór hluti dagsins í hópefli. Þótt að sé sjálfsögðu mjög mikilvægt væri kannski að hægt að nýta brot af þessum tíma í þá fræðslu eða fræðslutengt verkefni. Já, ok. Svo langar mig aðeins að tala viðhorf námsmanna og ungmenna til atvinnu, af því að mér finnst þetta áhugavert umfangsefni. Ég er aðeins opnara, en það er náttúrulega, það er langflestir námsmenn, að minnsta kosti sem ég veit eru að vinna með skóla og mér finnst gott að minnast á það að tölurnar Arndísar hljóma nokkuð svipað minni tilfinningu fyrir því hvernig þetta er, svo ég trúi þeim tölum ágætlega. En hvað ætlaði ég að segja þetta fleira? Þetta er sem sagt það er þannig þegar það eru svona margir að vinna að þá líður fólki sem er ekki að vinna, þó að það sé náttúrulega þeirra valkostur hvort þau eru að vinna eða ekki, þá líður þeim eins og þeir sé eitthvað minni fyrir það að vera ekki að vinna. En málið er bara að ég hef fulla trú á því að það að vinna svo mikið, margir eru að vinna 2-3 hlutastörf með skóla og það bara hlýtur að vera, ég þóra að fullyrða það að þetta bitni á námi og félagslífi og tómstundum fólks sem að eins og var minnst á áðan að það á ekki að gerast og ég held að séum gott að vera nokkuð sammála í þessum sal heyrist mér. Og ég meina það er aldrei, ef að einhver vinur ykkar segðist alltaf hlaup 80 km í gegnum eyðimörk án vatns og matar, myndið þið ekki segja eitthvað við hann? Er hann ekki bara klikkaður? En síðan ef að barnið ykkar ætlar að skrifa 3 mörgþúsund orða ritgerðir og fara í 5 próf og ætlar ekki að missa við neitt vakt í vinnunni í sömu vikunni, eru þau þá ekki bara dugleg? Er það ekki bara þrautseigjan sem að þau þurfa að hafa með sér og er þetta ekki bara gott fyrir þau? Þetta er mér finnst ekki alveg að fara saman. Ég held að þetta bitni einfaldlega á líðan þessa fólks og það er náttúrulega þekkt að andleg líðan ungmenna í dag og þunglyndi og kvíði er hærri í dag meðal ungmenna heldur en hann hefur nokkuð tíma verið og ég þori eins og ég segi að fullyrða það að þetta sé einn af
mörgum þáttum sem að spili inn í það. Þá hef ég ekkert fleira að segja. Það er það þakkir. Þetta voru mjög góða brýningar og ég var einmitt í gær á fundi þar sem kom fram einmitt að svefnvenjur Íslendinga eru slæmar og ekki síst hjá ungu fólki. Börn sofa allt og lítið og náttúrulega með svona dagskrá eru þetta bitnar þetta líka á svefni. En það er komið að pallborði hjá okkur. Við erum aðeins undan tímanum sem betur fer. Það var svona aðeins hugmyndin að það geti skapað smá svigrúm, þannig að ég ætla að bjóða að standa að þessu. Það eru smá veitingar frammi, ef við myndum ná ykkur í kaffi og meðlæti og síðan getum við koma okkur svona í rólega fyrir í pallborðinu og hafið umræður. Gjörðu svo vel. Þá förum við að byrja hana bara. Einhverju nokkrir eftir frammi. En ég ætla að byrja þá á því að kynna þá sem í pallborði. Við höfum fengið hér mjög öflugt fólk í umræðum þessi brýnu mál sem atvinnuþátttaka barna og eins og við höfum komið fram að það eru ýmsir sem þurfa að koma þessari umræðu. Og hér eru komin saman Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, prófessor í Háskóla Íslands og aðstoðarrektor, Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR og Halla Margrét Tryggvadóttir, sviðsstjóri stjórnsýslusviðs Akureyrarbæjar. Gjörðu svo vel. Ég ætla að byrja kannski á því að beina þeirri bara spurningu til hvers ykkar að svona aðeins bara að bregðast við því sem hefur komið fram örstutt og svona út á ykkar sjónarhorni. Myndið þú vilja byrja, Guðbjörg? Já, takk fyrir. Ég veit ekki hvort það sé nokkuð kveikt á sig. Já, það vantar kveikt á sig. Stundum. Heyrðu í mér? Ég hef kannski verið að færa þetta. Já, komið sæl og bara kærar þakkir fyrir þennan áhugaverða fund og vinnueftirlitinu og umboðsmanni barna fyrir að efna til hans og ykkur sem hafa komið hérna með innlegg. Ég sjálf, bara eins að segja það, að ég var að fylgjast með þessum málaflokki mjög lengi vegna þess að þegar ég kom til Íslands sem námsmaður erlendis frá þá fór ég fyrst að vinna á vinnueftirlitinu, aðalega við rannsóknir og fræðslu og vann meðal annars með Kristni og Þórunni og meðal annars tók þátt í norrænni gagnaöflun sem við vorum að skoða með barn og ungmenna. Síðan fór ég að starfa í Háskóla Íslands og vann meðal annars með Margrét Einarsdóttur sem hér, sem hefur skrifað doktorsritgerð málið og hefur mjög mikið af mjög áhugaverðum gögnum frá 2008 og svo aftur alveg glænýjum frá núna 2018. Þannig að, og Margrét hefur gert það verkum að ég hef svona haldið áfram að fylgjast með þessum málaflokki og hef nú talist að minni þekkingu af samstarfi, nýlegur þekkingu af samstarfi hana. En ég bara segja að sko það sem við sjáum, það sem að meðan sem Margrét hefur verið að taka fram núna sínum alveg glænýju gögnum, mjög í takt við það sem hefur komið fram hér, bæði Árdísi og Kristni, en heldur færri krakkar að vinna núna heldur en áður, en þau vinna lengur og á sama tíma og eins og kom hérna fram að auðvitað eru langflestir atvinnurekendur að standa sig mjög vel og auðvitað eru langflest börn að fyrst og fremst að njóta vinnunar og hafa góða minningar af sínu vinnulífi. Það verður samt sem áður að staldra við og horfa á það sem að gerist og ekki bara meðal Jón og Gunnu ungmenni út í atvinnulífinu og vegna þess að á sama tíma og við sjáum það að þeir krakkar sem eru að vinna með skóla eru að vinna lengur og 3/4 krakkarnir sem eru inn í dag eru með fasta vinnu með skóla
að við sjáum líka bæði í gögnum, íslenskum gögnum, gögnum frá Margréti en líka í erlendu gögnum, að það eru tengsl á milli langs vinnutíma, þess að vinna kannski meira en 12 tíma viku með skóla og bæði slysa, stóðbyrðisvandamála, kvíða og slæms námsárangus. Þetta sjáum við aftur. Það er svona verðum við í rauninni að sko, eins og við erum búin að vera að gera hundaga, að vinsa úr sem sagt sko hvað er bara ánægilegt og gott, vegna þess að ég held að það sé mjög litið gott að okkar ungmenni fái góða þjálfun og mörg hver með því að kynnast atvinnulífinu, en það bara með það eins og svo margt annað að allt er gott í hófi. Og það er náttúrulega í rauninni graf alvarlegt að við sjáum þessi tengsl á milli, eins og sá að bæði stóðkerfisvandamála, slysa og andleira vanlíðunar og þess að vinna mikið. Já, takk fyrir. Skrítið mikrofón. Já, hann er að fara og alltaf. Já, kannski bara, já, gerðu það. Já, kannski bara. Er þetta ekki betra svona? Já, góðan dag og takk fyrir að bjóða mér að vera með ykkur hérna í dag. Ég hef nú ekki unnið þessum málum alla mína ævi. Ég hef hins vegar bæði barn og unglingur og núna svona alltaf því fullstálpaður einstaklingur. Ég er líka faðir 3 barna, þannig þekki þetta ágætlega. Ég var í heimsókn hjá mömmu og pappa í gærkvöld eins og maður gerir stundum í meiri viku. Og ég var að spyrja hvar voru fyrstu störfin sem þau unnu og hvað voru þau gömul. Kannski kemur ekki óvart eins og oft er á meðal stúlkna. Fyrsta starf móður minnar sem fætt 1945 var að passa yngri systkini sem hún átti 6 slík og var að passa þau alveg frá bara ung aldri. Pabbi eins og að byrjaði að vinna í Slipi 11 ára. Og hugsið ykkur hvað tímarnir hafa breyst. Pabbi er fæddur 41, stendur nærri áttræði í dag og var að vinna niður í Slipi í Reykjavíkur og ég gekk aðeins á hann, hvað varst að gera? Hann fékk nú ekki að rústberja eins og hann kallaði það fyrsta sumarið, en hann fékk að gera það annað sumarið þegar hann var 12 ára. Og ég veit ekki hvað þetta er, en ég spurði ekki hvernig fór þetta fram. Þá var hann í rólu og hékk utan á skipinu og var að berja riðið af. Þessi tímar eru sem betur fer liðnir, enda held ég að ekkert okkar vilji sjá þetta fyrir 11, 12, 13, 14 ára gömul börn. En síðan reyndi ég að varpa þessu yfir á eigin lífsreynslu sem rímaði miklu betur við þá mynd sem dregin var upp hér á. Ég stend á 40, þannig að það er svona 25 ár síðan eitthvað svoleiðis að ég var að hefja mín fyrstu störf á vinnumarkaði. Og mér fannst þau ríma mjög vel þau erindi sem dregin voru upp hér áðan. Annars vegar garðyrkja sem er sívinsæl hjá börnum á aldrinum 14 til 18 ára og reyta arfa og slíkt og hins vegar að slá gras sem mjög margir gera síðar. En ég átti nú ekki langa starfsævi í þessum bransa, en ég var hins vegar að vitna 2 vinnuslysum og þau voru bæði býsna alvarleg. Annars vegar við kantskurð á grasi, þar sem fór framan á tá samstarfsfélaga míns, og hins vegar við sláttur, þar sem það fór líka í fót. Og hugsið ykkur þetta, að þráttur þess að takmarkaður reynslu í takmarkaðan tíma var maður vitni af þessu. Hins vegar er það þannig að maður þekkir þessum fólk á öllum æviskeiðum eins og allir hérna inni. En ég sé það til dæmis á frændsystkinum mínum og öðrum sem standa í kringum 20 dag að fyrirtækin eru að standa sig sífellt betur þessu. Til dæmis eru mörg fyrirtæki sem eru með krakka við að vinna við sláttur og annað farin að skaffa þeim öryggisskó sem náttúrulega var ekki boðið fyrir 25 árum. Og ég sé þetta líka í tölunum þegar ég rýni þær. Þegar við sjáum til dæmis hérna bara slysatíðnin sem að Kristín var að draga fram. Ég segi sko 1 slys á ári er 1 slys og mikið í þessu. En við sjáum samt frá árinu 2000 voru þetta 130-40 slys sem tilkynnt eru hjá ungmennum. En þetta hefur hins vegar farið mjög hratt lækkandi á undanförnum árum og með því að greina þessar tölur mjög hratt svona með hauk frá naugum þá sýnist mér að árið í ár hafi verið það besta hingað til með heildarfjölda slysa einhvers staðar í kringum 45 þegar þetta var 140 árið 2000. Þá getur maður velt fyrir sér hvers vegna er þetta með þessum hætti. Og mitt svar er þetta, að þessi vitundarvakning, ekki bara fyrirtæki, heldur sveitarfélag og allra sem eru með ungmenni í vinnu, hún hefur verið mjög mikil á undanförnum árum. Og auðvitað er það þannig að allir atvinnureikendur, sama hvort það eru á almennu vinnumarkaði eða opinberu vinnumarkaði,
vilja leggja sig í líma við það að skapa góða aðstæður. Ég held hins vegar að það sé rétt sem kom fram í erindi Þórunnar hérna áðan, að oft það að það eru nýir yfirmenn að koma að vera mannaskipti og þess áttar, og þetta stofnana minni eða fyrirtækja minni, það næri ekki að fanga þær reglur og þær venjur sem að fyrirtækin eiga að búa yfir lengri tíma, og við mannabreytingar þá missa menn boltan tímabundið. Þannig að ég gef mér það að þetta getur í versta falli verið gáleysi. Það er enginn sem með vilja reynir að búa til óheilbrigt vinnuumhverfi fyrir börn eða ungmenni. Ég held að við lítum nokkra áratugi aftur í tíman, til dæmis inn í fiskvinnslu, og það hvað mjög rangt af því í þeim tölum sem ég sá hérna að slys voru mjög tíð í fiskvinnslu. Og maður velti fyrir sér hvers vegna það. Ég gef mér að skurðir hafa verið mjög algengir þar. En núna þetta ekki með þeim hætti, þar sem að börnum í einhverjum undantekninga tilvikum fá að vinna þessi störf daga. Þannig að allir sem að vinna í fiskvinnslu vita alveg sama hvað viljinn er góður og maður reyna að vanda sig mikið. Slysin geta ju alltaf átt sér stað og þá er lykilatriðið, eins og fram hefur komið hér, að takmarka aðgengi barna að þeim aðstæðum þar sem þau geta orðið fyrir slysi. Það er sama hvort það er meðhöndla skarpa hnífa eða í kringum stórar vinnuvélar og tæki. Þetta hlýtur að vera svo leið sem við sem samfélag viljum fara til framtíðar. Mér þótti reynda mjög áhugavert að heyra hérna, og ég skal ljúka máli mínu á 1 mínútu, þegar ég sá þessa greiningu sem að Eðvald var með. Mér finnst með ólíkindum að sveitarfélög séu kannski helmingi tilvika að uppfylla þær reglur tengdar vinnuskólanum og séu uppfylla þær skyldur sem á þeim hvíla. Ég hefði haldið að þetta hlutfall er miklu herra. Mér þótti þetta býsna sláandi tölur og sveitarfélögin hljóta að taka þessu sem brýningu, og þegar þessi ráðstefna eru haldin að ári, sem ég gerir fastlega ráð fyrir, þá fáum við nýja tölur sem sýna að eftir búið að draga upp þá mynd að þessi vandamál að finna eða áskorun einhvers staðar, þá muni hið opinbera kerfi bregðast við, sem í mínum huga er eitthvað sem að sveitarfélögin verða að gera. Já, en það ekki kannski bara nægilegt. Var eitthvað vissulega? Það er sem að fara fjær. Halda þeim fjær. Það prófum að kannski. Kannski verst líka með Já, þetta er fínt að koma hérna upp aðeins. Ég ætla að byrja því bara að þakka fyrir boðið og góðan fund og áhugaverðan. Og ég ætla að byrja með svo Halldór að ég byrjaði nú ungur á vinnumarkaði og segja nú börnunum mínum börnunum mínu 5, oft frá því þegar við vorum að gróðursetja milli Breiðholtsins efra og neðra, sem núna voru skógivaksin og glæsilegt útvistarsvæði. Þetta var maraukt allt saman þegar við vorum að byrja að setja hérna niður græðlinga, þannig að þetta voru skemmtilegir og eftirminnlegir tímar í unglingavinnunni. Nú svo örlítið eldri þá fór ég að tappa jólabjór í Ölgerðinni eða við systemi í Pólarbjörnum þegar hann var seldur upp á velli og smúlingar, það er leyft í dag til dæmis og þannig að við höfum náð góðum og jákvæðum árangri gegnum tíðina í að verja börn okkar og þroska þennan hluta vinnumarkaðarins. En við höfum verið, myndi ég segja, sinnt af henni frumkvöðlastarfi þegar kemur að fræðslu þegar kemur að vinnu barna og unglinga. Við höfum verið með grunnskólakynningar bæði í grunnskólum og síðan kynningar í framhaldsskólum, fræðslu í yfir 20 ár. Þetta hefur kannski ekki farið mjög hátt en við höfum sinnt þessum málaflokki að mínu viti mjög vel og þetta má alltaf gera betur. Kom frábær hugmynd frá unga fólkinu okkar áðan að fara með þessar kynning og fræðslu inn í vinnuskólan og það er sannarlega eitthvað sem ég er að taka upp mjög fljótlega, hvort það sé hægt. Við fórum í 75 skóla í fyrra og fræddum yfir 4.000 nemendur bara í fyrra. Við settum af stað verkefni sem við kallum skóla lífsins árið 2014 og eru nú yfir 20 framhaldsskólar komnir með það efni í kennslu og fer fjölgandi, og þar erum við að fara yfir efni sem snýr að öllu sem þú þarft að vita áður en þú ferð út á vinnumarkaðinn.
hvar á að hefja atvinnuleit, hvar, allt sem þarf að vita starfsviðtalið, fræðast laun og kjörin, launasela, hvar og hvert á að leita. Þannig að við höfum reynt að sinna þess eins vel og við getum en erum alltaf að reyna að finna leiðir til þess að koma boðskapnum og fræðslunni betur til skila. Það sem kom aðal líka framvarandi vinnumarkaðinn, við erum lengur á vinnumarkaði heldur en nokkur önnur þjóð sem við berum okkur sama við þegar höfum gert. Það bil 10 til tæplega 12 árum lengur á vinnumarkaði og það auðvitað því að við byrjum fyrr og erum lengur. Og þetta eitthvað sem við erum að skoða mjög náið. Við vitum líka dæmi þess að börn undir 15 ára aldri eru lengur heldur en 2 tíma í vinnu. Við vitum fjölmörg dæmi. Við vitum það að þau eru að vinna lengur en til 8 á kvöldin. Við vitum fjölmörg dæmi. Þetta erfitt oft að eiga við vegna þess að við getum oft ekki farið í málinu öðruvísi að hafa eitthvað með okkur til þess að vera málsaðili. Við erum að virkja allt vinnustaðaeftirlit sem snýr til dæmis að brotastarfsemi á vinnumarkaði, þá tengt félagslegum undirboðum og þetta eitthvað sem við höfum líka verið að skoða gagnvart unga fólkinu okkar á þeim vinnustöðum. Við vitum það að stórmarkaðar í Íslandi eru margir hverjir nánast mannaðir af unglingum á meðan við sjáum ekki fólk undir 20 í stórmörkuðum erlendis. Þetta eitthvað sem við erum fylgjast vel með og sömuleiðis erum við líka að taka kjör unga fólksins undir sérstakri smásjá hjá okkur í komandi kjarasamningum þar sem við munum leggja sérstaklega áherslu á að taka tilbaka þá skerðingu sem fór í gegnum í síðustu kjarasamningum 2015 að vinna það tilbaka og það sérstök áherslu. En annars bara þakka ég fyrir mjög góðan fund og mjög áhugaverð erindi og tilbúin til að svara spurningum ef að koma. Takk fyrir. Já, ég vil bara byrja því að taka kærlega fyrir mjög góðan fund og fyrir það fengið boð til það að taka þátt í fundinum í dag. Kannski auðvitað að skýra út af hverju ég stend hérna í dag. Það kannski ekki auðséð út frá starfstitlinum mínum að vera sviðsstjóri stjórnsýslu í Akureyrarbæ. Það má kannski rekja til þess að ég hef verið í kjaraviðræðum fyrir hönd Sambands íslenskra sveitarfélaga undanfarinn áratuga eða rúmlega svo. Og árunum kringum 2010-2011 var mikil umræða innan nokkra félaga innan ASÍ framkvæmd vinnuskólans hjá sveitarfélögunum. Það endaði með því að í kjarasamningum sem var undirritaður voru sumarið 2011 var sett bókun það að það yrði farið í að skoða vinnuskólan hjá sveitarfélögunum og að vinna einhvers konar leiðbeiningar, verklagsreglur fyrir sveitarfélögin það hvernig sveitarfélögin ætti að halda utan starfsemi vinnuskóla. Og veturinn eftir var farið í þá vinnu og það var 4 aðilar sem koma fyrir vinnu, þar að segja lögfræðingur á kjarasviði sambandsins, undirrituðu sem var þá inni sem fulltrúi framkvæmdaaðilana og 2 formenn stéttarfélaga innan ASÍ og annar þeirra var þáverandi varaformaður ASÍ. Afraksturinn þessari vinnu var plagg sem leiðbeinandi verklagsreglur fyrir sveitarfélaginu sem taka á hlutverk vinnuskólans, taka á lagaumhverfi varðandi vinnuvernd og reglugerðarumhverfinu þar, taka á þessum þáttum varðandi greiðslu launa eins og til dæmis það að börn og unglingar í vinnuskóla eiga rétt á að fá greitt orlof og svo ég nefni bara nokkuð dæmi og þessum verklagsreglum hefur verið haldið að sveitarfélögunum þennan tíma frá því 2011 og þið getið nálgast þarna á heimasíðu sambandsins ef þið hafið áhuga á samband.is. Þannig að það komur á upplýsingar áðan sem í kynningunni sem komur svolítið óvart út af þessari vinnu. Það er það að það er meðal annars fjall áhættumat í þessum verklagsreglum.
að það skuli bara 14 sveitarfélög hafa unnið áhættumat fyrir vinnuskólan. Þannig að það segir mér og okkur að það er ekki öll sveitarfélög að horfa til þessari leiðbeinandi verklagsreglna í sínum störfum og ástæða til að ýta við þeim. Mjög gaman að heyra í ungmennunum hérna. Agrober, sem er náttúrulega mitt sveitarfélag sem ég þekki náttúrulega best til, það þekki ágætlega til á mörgum stöðum, er með ungmennaráð sem við höfum haft samráð við. Það er svo mikilvægt að fá raddir ungmennana inn í þessu umræðu. Meðal annars frá ungmennum hjá okkur hafa komið fyrir nokkrum árum síðan sömu umkvartanir varðandi fræðsluna og ég heyrði frá þeim í dag. Og Agrober hefur brugðist við því með því að auka fjölbreytnin í fræðslunni. Og við erum til dæmis með fjármálafræðslu sem kölluð hvað kostar það að vera til. Við erum með fræðslu það að vera launþegi, það sem er farið yfir launaseðlana og lífeyrissjóðsgjöld og ýmislegt þetta. Og svo erum við líka með fræðslu sem er mjög skemmtileg verkefni í samvinnu við atvinnulífið. Svo til þess að við erum með nokkuð sem kallast sjávarútvegsskólinn sem er vinna við í samstarfi við Háskólann á Akureyri og 4 sjávarútvegsfyrirtæki á svæðinu sem verið að vinna fyrir ekki bara Akureyri heldur fleiri sveitarfélög við Eyjafjörð. Og þannig að þá fá nemendurnir smá innsýn inn á vinnustaði í sveitarfélaginu. Bara svona eitt lítið dæmi. Það er ýmislegt hægt að gera ef að sveitarfélögin líta á vinnuskólann sem sambland af fræðslu, leik og starfi en ekki bara sem vinnu. Eins og sveitarfélögin eru raunin að gera. Þau eru að líta á þetta sem sambland af leik, starfi og vinnu og bjóða upp á fjölbreytta og markvissa fræðslu. Þetta dugi í bili. Já, ég að spája þess hvort að segja að við haldum mikrofónum aðeins fjær og segja verða kannski líka drífa raddirinn þetta alveg út í enda, ég veit það ekki, en það er auðvitað svo margt búið að koma hérna fram sem er svo áhugavert og þetta náttúrulega segir líka svo margt okkar samfélag, er einmitt þessi vinna unga fólksins og ef við kannski aðeins með vinnumarkaðina því að þeir börnir að vinna í stórmorgunum, þeir að vinna, það kemur líka kom fram hjá Arndísi að þeir eru að vinna á skyndibitaðstöðunum og þeir halda, kannski börnin er að halda þessum geira upp og á sama tíma vera að stytta framhaldsskólana og það er krafa atvinnulífsins að skólakerfið sé stytt. Þannig að við komumst fyrir á vinnumarkaðinn en þeir eru samt þegar komin á vinnumarkaðinn og eru að halda kannski upp á ákveðnum hlutum. Þannig að það er svona ýmsar áhugaverðir svona vinklar á þessu hvernig við erum kannski að þegar að gera umhverfið þannig að það er svo mikið framboð af vinnur fyrir börn núna að ef unga fólki fram til 18 ára að það er svo freistandi fyrir að taka þátt í. Já, það heyrist nú ekki til. Ég get stafið upp ef ég get setið, en mér langar bara aðeins að bregðast við þessu. Heyra allir? Heyra allir? Já, það heyra allir. Já, það er dreifinu. En sko... Já, þá lókar fyrir dreifinu. Já, ok. En sko það sem ég langar aðeins að koma inn á þessu tengt, auðvitað er atvinnustig, við höfum mjög hátt atvinnustig á Íslandi og við erum eins og fram við komið við vinnum framdir öllum aldrei, við byrjum snemma, við vinnum langa vinnudag og svo framvegis. En þegar við veltum fyrir okkur, hvernig stendur á þessu? Okkur vinna börnin okkar svona mikið? Hver er drifkrafturinn í því? Fyrir utan þessa staðreynd að þetta er svona bara það sem við gerum öll hér á Íslandi, einhver hluta vegna. Að þá sko það kemur fram í rannsókn Margrétar meðal annars að langflest ungmennin eru að fjármagna bara sína eigin unglingamenningu. Þó er þarna ákveðinn hópur sem að segist þurfa að vinna bara til þess að geta keypt mat og keypt skóla, bækur og annað þess háttar. En þessi menning okkar samt sem áður, ég held þessi gaman fyrir okkur að velta fyrir okkur hvað er það samt sem áður sem drífur hvað kemur undan hænan eða eggið að krakkar vinni þetta mikið.
kannski vegna þess að foreldrarnir vinna mikið og þeim finnst það bara, þetta er bara það sem við gerum. En ég vil deila með ykkur áhverju samtali sem ég átti fyrir fáum árum síðan. Það var reyndar ekki samtal heldur, ég hlusta á samtal. Ég hlusta á samtal sonar míns sem og ég var að sækja vin hans sem erlendur, Svíi, nánar tiltekið, að Svíinn var komin í menntaskóla og ætlaði að fá að verja, sem sagt, búa heima hjá okkur í einhverja vikur í sínu fríi. Og ég sem sjálfsagt, auðvitað, en ég með það samt best að þú farið að vinna vegna þess að annars það er engin heima hjá okkur á daginn sem við erum að vinna. Jú, og hann ákvað að koma og láta það yfir sig ganga. En svo fór fram þetta skemmtilega samtal sem ég ætla að hugsa í bílnum hjá mér. Þegar vinurinn góði er nú komin og þeir eru komin í menntaskóla, þá segir ég, þeir eru 17 ára, þá segir Svíinn, býtu, en þú veist, hann var greinilega ekki alveg búinn að kaupa það, hann verið komin til Íslands til að vinna. Hann sagði, býtu, þú veist, af hverju vinna ungmenni á Íslandi svona mikið, af hverju þurfa að vera að vinna? Þá sagði svona mér, tja, bara allir sem geta keypt eitt og annað. Ef ég var ekki svo mikið í fótbolta, þá myndi ég vinna miklu meira og hefði farið í byggingu og vinnið eitthvað og bara fengið miklu meiri pening. Við erum bara að vinna fyrir eitthvað lítið, ég og þú í sumar. Og þá segir Svíinn, býtu, til þess að kaupa meira, til þess að þjána meira. Ég meina, til hvers? Ég meina, þú veist, okkur þarftu peningana. Þá sagði svona minn, tja, bara, sumir eru að kaupa sér bíl. Og þá sagði sænski vinur okkar, hversu bíl, en til hvers þarf maður eitthvað bíl að maður getur tekið strætó eða hjólað. Hann skildi ekki hvað hann hafði að gera við þetta, hann skildi ekki á hverju maður ætti að vera að vinna. Og þetta er kannski bara svona áhugavert að pæla í sambandi við bara svona sjálfsmynd ungmenna í dag og pressuna, ekki bara pressu á að vinna eins og kom þetta fram á, en heldur pressu á að taka þátt í lífinu og pressu á að taka þátt í lífinu sem kostar peninga. Og þegar ég er stundum upp í háskóla að kenna á námskeiði fyrir erlenda nemendur og ég spyr hvað er sérstakt við Ísland, er eitthvað sérstakt sem þið sjáu þegar þið komið til Íslands, svona með íslenska háskólanemenda sem ykkur finnst furðulegt? Já, eða öðruvísi, já, segja þau. Það er fella skrítið hvað allir sem hefur verið með í tímum, það er allir að vinna með skólanum. Og þetta er sem sagt bara, minnst þau skilja heldur ekki, af hverju þurfa allir þessi ungmenni, þú veist, af hverju er háskólanum að vinna svona mikið með skólanum. Þetta eru, þannig þarna er eitthvað í gangi hjá okkur sem við erum að velta fyrir okkur og nú er ég aftur að segja það sem ég segði áðan, það að vinna er frábært, ég held að öllum finnst það bara, svo fremið sem að vinnan fyrir ekki verða allt of mikil. Og þegar við erum að tala krakka sem er til dæmis í grunnskólaaldri eða menntaskólaaldri og þetta komu þið inn á Vigdís og Kristín, já, að vinna er náttúrulega námir vinna og svo ef við erum farin að vinna marga klukkutíma á viku með vinnunni sem er nám, að þá sjáum við sjáum það rannsóknum að það slæðir út á einhverju og það meðans kemur út hjá sumum sem stóðkerfisvandamál, öðrum sem kvíði en öðrum sem bara að námið lendir í vandræðum. Og við sjáum í ótal rannsóknum að því ef við erum þreytt í vinnunni þá eykst slysahætta. Og samkvæmt gögnum Margrétar þá eru 7,4% slysanna í hennar gögnum sem eru þess eðlis að krakkarnir eru frá vinnu í meira en viku. Þannig að þetta sem Kristi kom inn á að við þurfum að taka þetta svolítið alvarlega og ég held einmitt að ég ætla að segja hérna lokum að tengja við bæði það sem þið sögðu akkur og það sem Þórunn kom inn á. Fræðsla stjórnenda er óboðslega mikilvæg og við sjáum það ekki bara varðandi vinnu ungmenna heldur bara vinnu almennt að vinnu menning og svona slys og annað þess áttar
tengjast að hluta til stjórnun á vinnustafnum og við verðum einhvern veginn að reyna að auka fræðslu og í þessu samhengi hér sem við erum að tala um, við verðum að auka fræðslu þeirra sem eru að verkstýra ungmennum og þeir voru með ágætis hugmyndir það hvernig til dæmis hægt að nýta vinnuskólan betur í þá áttina. Viljið þið taka boltan hérna þessa vinnumenningu og bara samfélagsstrúktúr? Ég meina, við getum ekki búist við því að börn geti, eða það sé hægt að stytta skólatíma ef börnin að vinna svo áherslulega mikið. Ég heyri því mér, ok, gott. Þetta er mjög góð spurning. Ég hef verið hlynnt að færa skólakerfið í Íslandi í aukmæli átt af því sem sjáum á Norðurlöndunum og annars staðar í Evrópu. Ég var að fylgjast með núna, það var sérstök umræða á þingi á sem dæmis tekið brottfall í skólakerfinu. Þetta dettur allt út, eða ekki? Já, alveg, það er bara, ég verið samt að halda í svona tímanuminu. Það talið 3 mínútur. Ég tala nefnilega lengur þegar ég standa. Já, það er svolítið. Ég segi stundum það brandara sko, ég byrja aldrei fyrir minna en korter. Nei, hérna það sem ég var að segja var þetta, ég hef verið talsmaður þess að við reynum að líta í auknum mæli til Norðurlanda og Evrópu, hvernig við byggjum upp öll okkar grunnkerfi, leikskólan, grunnskólan, menntaskólan og háskólan og reynum að samræma það í auknum mæli við það. Við sjáum til dæmis að sumarleyfi barna eru í kringum 11 vikur eitthvað slíkt og þá koma móttökin í að börnin þurfa að fá frí. Þetta er orðið þannig, þetta er orðið með takmarka frí oft fyrir börnin. Þau eru sett í mjög mörgum tilvikum í einhvers konar, hvað getum við kallað þetta, svona frístund eða eitthvað slíkt, þannig að foreldrar er ekki frí á móti þessu sko. Og eins og að vera nú fullkomið að foreldrar getur fengið 12 vikna frí á sumrin, þá erum við ekki komið þangað ennþá. Og meðan svo þá erum við einhvern veginn að finna út úr þessum öðrum hætti. Og það er oft ágætt að líta í eigin barm. Mér finnst þetta ekki góð lausn, til dæmis fyrir börnin mín. Það eigi allir kost á því að fá aðstoð frá fjölskyldu til þess að létta undir á þessum tímum. Og ég held við ættum í auknum mæli að reyna að samræma íslensk skólakerfi við það sem það er erlendis. Við getum líka horft á háskólastigið, þar sem börn búnar á vinnumarkaði í grunnskóla og háskóla, menntaskóla, koma sér á háskólastigið og við skerum okkur líka algjörlega úr þar í alþjóðlegum samanburði. Þar sem að meðaltali erum við miklu lengur að klára BA og BS-gráður en gengur og gist í öðrum löndum. Og síðan hef ég alveg sérstakar áhyggjur af þessu brottfalli sem er mjög mikið á Íslandi. Þess vegna held ég að það geti verið einnar með þessu virði að velta fyrir sig þeim möguleika að vera ekki að gera veggi á milli atvinnumarkaðar annars vegar og skólakerfis hins vegar. Börn og ungmenni eru auðvitað misjöfn á þroskagáfum og öllu mögulegu sko. En ég held að fyrst og fremst að gera þetta á forsendum barnanna og ungmennana og treysta ungmennum og foreldrum þeirra til þess að finna út úr þessu í auknum mæli hvað hentar hverjum einum. Ég held að við höfum alls ekki reyna að rjúfa þess tengsl á milli atvinnulífsins og skólana, heldur frekar að reyna að treysta fólki og foreldrum þeirra hverju sinni fyrir að finna út hvað sé rétt í jafnvægi fyrir hvern og einn. Því ég trúi ekki á það að við getum alhæft hvað sé heppilegt fyrir heildina hverju sinni. Heilt yfir þetta má aldrei atvinnuþátttaka ungmenna, hún verður að vera á þeim forsendum að hún sé aldrei að draga úr þáttöku í mínum huga í félagslífi eða námi. Það verður auðvitað að vera í algjörum forgrunni. En við megum heldur ekki gleyma því að fólk jafn misjafnt og það margt. Það sem kann að henda einum þarf ekki að henda þeim næsta. Og þess vegna hef ég alltaf varað við svona algildum samleik og boðum og bönnum. Takk fyrir. Já, þegar ég var alast upp og var að taka mér fyrstu skref á vinnumarkaði, þá var nú ekki alveg sjálfgefið að fá vinnu. Þetta var ekkert auðsótt að komast í sumarstarf og svo framvegis annað en vinnuskólan og þótti mikið uppgrip að komast í eitthvað annað heldur en hjá borginni. En það sem ég held að sé líka kannski eitt af ég segi kannski ekki vandamálum, eitt kannski að þessari stöðu þessa miklu þáttöku unga fólksins á vinnumarkaðnum
freistni fyrirtækja að ráða til sín fólk sem að það þarf að borga lægri laun. Og við sjáum það að fullorðnir einstaklingar 18 og 19 ára er að fá 95% af launatöxtum fullorðina, þó þau séu sannarlega orðin fullorðin. Og síðan skalast þetta niður í rúm 60% af töxtum, því þeim yngri sem vinnuaflið þeim ódýrara er það fyrir fyrirtækið að hafa í vinnu og lækkar þannig launakostnað. Og margir verslunarstjórar eru meira þess að á árangurstengdum launum eða fá bónusa fyrir að halda launakostnaði niður og það er gert þá með þessum hætti. Og þá verður freistnivandinn þá meiri að hafa þá yngri krakka á kössum, hafa þau í vinnu lengur til 8 og svo framvegis. Þetta er líka, myndi ég segja, eitthvað sem við þurfum að hafa í huga þegar við erum að ræða unga fólkið á vinnumarkaði. Og kannski er ein leiðin til þess að fá kannski meira blöndun í afgreiðslu í stórmörkuðum og svo framvegis, eða Domino's pizza eða hvað sem við drepum niður fæti, að bæta kjör unga fólksins til mikil muna, til þess að kannski minnka þessa freistni fyrirtækja að bæði brjóta ungu fólki og ráða til sín yngra fólk. Ég ætla líka að opna fyrir spurningur og sal. Já, akkurat. Hallar, viltu þú koma inn á þetta eða aðeins? Já, og svo eru hendur lofti. Þú kannski bara fá já. Ég er nú sem að halda mig samt við minn hluta af þessum sem er vinnuskólinn. Nú er það nú svo að það er nú frekar kallað eftir því að tímunum sem börnunum bjóðast í vinnuskólanum sé fjölgað heldur en þeim sé fækkað. Því almennt er þetta 14 og 15 ára er að fá yfirleitt hámarki 3,5 klukkustund á dag og þessi eldri 16 ára að hámarki 7 tíma, frá 6 til 7 tíma á dag. Og það er algengt að við sem að horfa frá 80 tímum upp í að hámarki 180 tíma á sumri sem að þessi ungmenni eru að fá. Þannig að umkvartanir foreldra eru frekar það sé ekki nógu margir dagar sem börnunum bjóðast að vinna heldur en þetta sé mikil vinna sem þau eru að skila. Og enda má líka gleyma því að þó nokkur hluti, ekki minnst hjá stærri sveitarfélögunum, er fræðsla og leikur. Það eru, bara eins og tökum aðeins sem dæmi, þá er að lágmarki 4 dagar sem fara bara í fræðslu og svo eru dagar sem fara í ýmsa skemmtun, eða tími sem fyrir ýmsa skemmtun. Þannig að það er þó nokkur stór hlut af þessu sem ekki er kannski bein vinna. Spurning. Kannski bara safna saman á spurningum. Svo heiti ég á Vinnueftirlitinu. Ég vil að spyrja Ragnar, þú talar skólalífsins sem að VR var með og hafði haft mjög lengi. Hvort að séu hluta af þeim skóla séu svona aðrir vinnuvendaþættir, öryggismál og svona ekki bara réttindin heldur líka vinnuumhverfismálin. Og eiginlega sama spurning til Halldórs, út frá sjónarmiðum verkstjórans, stjórnandans, er einhver á vegum ykkar, er á vegum ykkar einhvers konar fræðsla til stjórnenda og verkstjóra sem eru að taka við ungu og bara almennt fólki á vinnumarkaði? Söfnum nokkur spurningum, ertu ekki með? Margrét Einarsdóttir er ég, kona sem okkur bara glemt að búin að eitthvað dálítið mikið í. Og ég er núna að vinna að doktorsrannsóknum við tengda heilsu og öryggi ungmennavinnustað 13-19 ára ungmenna og bæði doktors og meistara. Það heyrist ekki það. Ég veit ekki alveg hvað. Kona sem okkur bara glemt sýnir þetta er bara inn og út. Ég er að vinna núna ný doktorsrannsókn á vindtengdu öryggi
og heilsu ungmenna vinnutengtri heilsufyrirgjöf og öryggi ungmenna vinnustað, 13 til 19 ungmenna og bæði meistar- og doktorsrannsókn mín sneri líka að vinnu þessa aldurshóps. Og mér langar að svona kannski leggja áherslu á það því ég hef spurt börnin að því hvers vegna þau eru að vinna og krakkana, að leggja svona áherslu á þeirra svör þar að þau vilja vinna til þess að þau vilja fá hana pening, meðan til þess að fá sjálfstæði. Annar fara ekki út í einu. Já, þau leggja áherslu á það að þau eru að vinna til þess að fá pening og það er meðal annars til þess að þau sækjast eftir sjálfstæði frá foreldrunum, bæði þess að vera ekki byrjuð foreldrum sínum og líka vegna að þau vilja ráða sig sjálf. Og svo er það líka þessi sem ég vil leggja miklu áherslu á, þessi hópur sem þarf að vinna bara bókstaflega til að segja í svo á. Við megum ekki gleyma þeim hópi. Og þess vegna langar mig að beina, og eitt af því sem að krakkar hafa nefnt mig þegar ég er að tala við þau er að á hinum Norðurlöndunum sem er sumstaðar held í Noregi og Svíþjóð, að þar eru krakkar sem eru komin í framhaldsskóla, þá fá þau sjálf barnabæturnar. Þannig að þau fá pening í vasann frá hinu opinbera. Langar mig að spyrja umboðsmann að því, heyri svona umræðan hér vera að við viljum draga úr vinnunni. Er það eitthvað sem þú vilt eða mynd beita þig fyrir að slíku fyrirkomulagi eru komið á hér? Og síðan hitt sem ég langar að minnast á að því að þessi rannsókn mín sem ég er að gera núna, ég er meðal annars spurt vinnuverndarfræðslu og öryggisþjálfunar vinnustað og það eru einungis á milli 14 og 15% ungmenna sem segjast hafa fengið öryggisfræðslu í núverandi starfi, þá sumarstarfinu og starfi með skóla, og þetta eru sem sagt sumarstarf 2017 og vinna með skóla núna síðasta vetur, og eitthvað í kring tæplega þriðjungur ef maður rétt sem segist að hafa fengið vinnuverndarfræðslu í skóla. Og ég hef líka verið slegin yfir yfir niðurstöðum varðandi vinnuslys og þessi teitlust og ógeðsverki og annað í mínum rannsóknum, og þess vegna langar mig að beina spurningu síðan að ykkur hinnum því mér finnst eiginlega bara að þurfi svolítið þjóðarátak til þess að auka fræðsluna og þjálfunina og mínar rannsóknir benda til þess að ungmenni séu miklu betur upplýst og sækist miklu frekar upplýsingar varðandi launin sjálf, launakjörin heldur en sem sagt vinnuaðstæðurnar og rétt þeirra til vinnuverndar. Og til dæmis VR eins og Ragnar var að segja, mínar rannsóknir sýna það alveg að þau sækjast mikið upplýsingar þangað og sú fræðsla hefur haft mikið að segja hvað varðar launakjörin. Og svona heimspurningin, er það eitthvað sem að umboðsmaður sér fyrir sér að koma á einhverju bara svona þjóðarátaki og efla fræðslu og vinnuvernd þannig? Takk. Þá er að spyrja hér. Já. Já, og svo... Fundarstjóri, kæru gestir, fá að nota þetta frábæra tækifæri. Aðalsteinn Gunnarsson heiti ég og kemur frá IOGT á Íslandi, bindindissamtökunum. Við, eins og stendur hérna í yfirskrifti, aðstæður og umhverfi barnanna. IOGT vinnur að heimsmarkmiðunum. Við ætlum að leggja lið við að ná þeim. Og Halldór tók hérna fram áðan að yfirleitt eru fyrirtæki ekki að reyna að skapa hættulegar aðstæður, en við sjáum það hjá sumum fyrirtækjum. Þar er vinnueftirlitið að reyna að aðstoða fyrirtæki í að breyta vinnustaða menningu sem er kannski orðin eitthvað neikvæð, alveg sama að hvaða leyti það er. Það er spurning sem ég myndi bara vilja senda á samfélagið allt saman.
hvað eru við að gera til að breyta vímuefna menningu vinnustaða ásamt því að setja hérna fram áskorun að fyrirtæki og stofnanir veiti ekki vímuefni, þar með talið áfengi, á sínum vinnustöðum. Takk fyrir. Og þá er að gjör svo. Já, kannski bara einn komment að tala ástæðunar fyrir þess að margir vinnumarki, einn partur sem kannski koma fram þetta líka bara atvinnuleysi og svo lítið og okkur varðist alltaf og þá hefur við sem lítið undir það. Já, ok, eða heyrðist eitthvað. Ég heiti Gunnar, ég er frá Sveitarfélagi Árborg, tókst á formúlvildröðar, en það er svona einn partur að það er samfélagi, það eru atvinnurekendur, það eru heimilin og fleiri og svo þetta bara það að velja hlutina að það er líka bara þáttur að við hér höfum meiri atvinnu fyrir ungt fólk heldur nokkast annars þar í Evrópu, fínt að það komi fram. En hinn spurning og varðandi sambandi Íslands sveitarfélaga er, þú veist, þessi samantæktu kemur saman, það er eitt að upplýsingar og fræðsla er ekki nógu góð og við kannski ekki sinna nógu vel. En hefur ekki líka komið til þess að samræma aðeins gólf launakjara hjá krökkum? Sveitarfélagi Árborg hefur tekið að festa við kjarasamninga og fleiri hafa gert þetta undanfarin ár. En þegar ég fór fyrst inn í geira þá var þetta svona bara, ef bæjaði að vera í góðu skapi þá var launahækkun og svo var það ekki. Þannig að það er spurning, varðandi að það kosti sveitarfélaginu eitthvað, þá er þetta oft að stjórna því hversu mikið vinna og hversu lengi er boði. En það er mjög spesið að mismunurinn sé svo gríðarlega mikill. Það er kannski ekki bannað það sem sveitarfélög hækki launin, en þetta gólf sé svona að þegar ennþá er eitthvað 400 krónur hjá krökku, þá er þetta sem ekki alveg með puttan á búlsinum. Kannski ykkar kommentar það, annars ekki að kæla fyrir. Eru fleiri spurningar á sál? Áður við fáum loka svör frá partunum. Ok, þá kannski bara byrja til halliða og svo bara tökum við línuna. Það mætti greiða hærri laun. Og kannski tækifæri, eins og þau voru að benda á, tækifæri sem felast í vinnuskólanum. Það er svo margvísleg tækifæri sem eru kannski vannýtt. Já, ég er nú ekki komin hingað til þess að lofa launahækkun næsta ár, það er nokkuð ljóst. Það hefur verið sameiginleg niðurstaða viðsemjenda, bæði Samband sveitarfélaga sem hefur verið samningsumboði fyrir sveitarfélögin og sveitarfélagana, að laun í vinnuskólum sé ekki á borði þessara aðila. Þannig að það þyrfti þá stefnubreytingu frá beggja vegna að þetta fara í það. Hins vegar hefur það hefur verið samið í þessum samningum laun 16 og 17 ára í þeim tilfellum sem að sveit og þá launasetning á að nýta og í þeim tilvikum sem hefur verið að ráða ungmenni til sumarleysinga. Það er að segja að þeir eru ekki að taka þátt í vinnusóla með þeim leik og fræðslu sem þar er inni, heldur eru bara ráðin til að aðstoða vegna afleysinga yfir sumartíman. Og það er náttúrulega eitthvað það að sveitarfélög sé að ráða allt niður í 16 ára í þeim tilvikum, það sem er mikið skortur á vinnuafli. Hvað var spurningin eftir hjá þér? Ég var að tala bara tækifæri, þessi vannýttu tækifæri sem eru til fræðslu og til svona vinnuverndarsjónarmiðin, þetta kom strax inn í vinnuskólann. Kannski eru kannski nýttur? Ég held að það sé mjög mikilvægt. Það er eitt af þessu sem kom út úr þessu umræðu og verkefnum hann árið 2011 var það að Sveitarmennt fór í það í samvinnu við fræðslumiðstöð atvinnulífsins að útbúa fræðslu fyrir flokks- og verkstjóra í vinnuskólanum. Og símenntunarmiðstöðvar á landinu hafa verið að keyra fræðslu fyrir þennan hóp á hverju vori, markvissa fræðslu. Ég held að sé alveg ástæða til þess að skoða þá námskrá, sérstaklega út frá vinnuverndarsjónarmiðunum, hvort það sé lögð nægilega áhersla á þá hluti í þeirri námskrá. Ég held að það er komin hérna 6-7 ára reynslu á námskrá og hún hefur svona þróast svolítið á þeim tíma. En það sé bara fullt tilefni til þess, sérstaklega þegar ég er ennþá að hugsa þessari tölu 14 hann með hátunatið. Þetta er svona tal sem ég brá svolítið að sjá, þannig að ég held að sé full ástæða til þess.
Já, ef ég byrja á að svara Svövu varðandi hvort að við séum að leggja áherslu á vinnuöryggismál hérna í skóla lífsins. Við í sjálfu sér höfum kannski ekki verið að leggja einhverja sérstaka áherslu á þó að það komi klárlega, við komum klárlega inn á þessa hluti, en við erum alltaf að þróa þessa fræðslu hjá okkur. Við breytum þessu í kringum MeToo-byltinguna. Við höfum verið að koma með auknar áherslur í kringum kulnun og fleira. Við erum alltaf að þróa þetta verkefni og allt sem að við lærum sjálf og kynnumst til dæmis á svona fundum, og það tökum við til og reynum að koma síðan áleiðis inn í alla okkar fræðslu. Varðandi framfærsluna sem að margir kom inn á, að auðvitað eru margir sem að fara og eru á vinnumarkaði fyrst og fremst bara til þess að nánast að brauðfæða sig, og þetta er eitt af stóru verkefnum og áskorunum verkalýðshreyfingarinnar, að fólk bara geti almennt lifað af dagvinnulaunum og framfleytt sér og sínum. Varðandi vímuefnavarnirnar, góð ábending til okkar í stéttarfélögunum í okkar starfi að taka það inn. Gunnar, það er vissulega lítið atvinnuleysi og við sjáum það bara á tölum og svo framvegis, en það er samt viðvarandi hópur sem er á erfitt uppdráttar á vinnumarkaði. Það er hópur sem er 50+, hópur sem er að lenda í mjög langvarandi atvinnuleysi, sem að við þurfum að vekja athygli á líka, og þá komum við aftur að freistni vanda, bæði sveitarfélaga og fyrirtækja almennt, að nýta sér ódýrasta vinnuafli sem er í boði hverju sinni, og það er sjálfsögðu kemur þá í hlut unga fólksins líka. Þannig að þetta hangir allt saman af okkar mati, þannig að við þurfum svo sannarlega að taka á gjörum unga fólksins líka og hugsa vinnumarkaðinn sem einu stóra heild. Takk fyrir. Bara til að svara Svövu, þá myndi ég, þetta er tvíþætt svar, annars vegar á vegum fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, þar sem framfer mjög víðtæk fræðsla. Ég get ekki fullyrt nákvæmlega hvað er á námskrá hverju sinni þar, en öryggisþættir eru einn af þeim. Annað er þá vettvangi samtaka atvinnulífsins með beinum hætti, þar sem að fyrirtæki innan samtaka atvinnulífsins geta haft samband og við leiðbeinum þeim alla þætti sem bundin eru í lög og reglur og kjarasamningsbundin ákvæði. Og ég veit fyrir víst að þetta er kannski ekki snar þáttur í starfseminni. Þetta kemur reglulega upp og við erum með fulltrúa til með sinni stjórn Vinnueftirlitsins og fleiri stöðum. Bara svona almennt varðandi vímuefnavarnir á vinnustöðum. Mín upplifun, og hef ég enga tölur eða rannsóknir til að styðja þetta, er að áfengið sé á verulegu undanhaldi á vinnustöðum í landinu. Ég hef verið mjög lengi á vinnumarkaði, svona kannski rúm 20 ára eða svo. Ég sé mun á þessu tímabili. Ég held að þetta muni halda áfram að þróast í þess átt. Aðeins varðandi vannýtt tækifæri í vinnuskólunum, sem mér finnst mjög spennandi efni. Mín upplifun er svo að það sé mjög vannýtt tækifæri þar. Það sé þetta að nýta vinnuskólan mjög líklega með markvissari hætti til þess að kenna svona vinnusiðferði, til hvers er ætlast á okkur í vinnu. Þetta er ekki bara að börn vakni, að krakkni vakni og mætir upp tíma. Ég hef aldrei verið í vinnuskólanum, ég lagði mjög mikið á mig til þess að þurfa ekki að fara þangað. Þess að ég sá hvað var í gangi þar fyrir svona rúm 20 árum. Það var bara leikjanámskeið, ég nennti því ekki. Þannig að ég held að mjög margir krakkar séu tilbúnir að fá smá svona leiðbeiningu í því hvað felst í því að vera fullorðinn einstaklingur á vinnumarkaði, og þau eru sannarlega tilbúin til þess að og móttækileg fyrir þeir skilaboðum, held ég. Þannig að það væri svona mjög góð nálgun ef því er breytt í þá veru. Já, ég vil bara segja að lókum að við höfum rannsóknir, samanburðarrannsóknir sem sýna að það er mjög sterk tengsla á milli eða vinnan vegur mjög þungt í sjálfsmyndi Íslendinga, að það er svona tengsla á milli þess að standa sig vel í vinnu og að líta svo á að maður sé duglegur sem einstaklingur. Og þess vegna bara þakka ég enn og aftur fyrir þetta málþing. Það eru margar góðar hugmyndir og áhugaverðar upplýsingar sem hafa komið hér fram, og bara takk enn og aftur.
Já, það dregur nú að lokum. Mér likur við að segja því miður á þessu fundi því að þetta er búið að vera afskaplega áhugaverð umræða og frábær erindi og mjög góð pallborðsumræða hér. En ég held líka að þetta sé upphaf og vonandi upphaf að mjög öflugri umræðu þessi mál og samvinnu á milli þessara stofnana. Eitt af því sem mér finnst vera svo mikilvægt eins og til fyrir umboðsmann barna, þetta er lítið embætti en við getum starfað með mörgum og við getum sett mál á dagskrá og það erum við að gera með þessum fundi og þess vegna er þáttakan hérna og allir hafa tekið svo vel í að koma hér og halda erindi eða taka þátt í umræðunni að það er okkur mjög mikið virði. Og það komu hérna tillögur eða spurningar til mín sérstaklega það hvort að við getum notað módelið svo frá Norðurlöndunum barnabætur og að börnin fengi þau beint eða við getum staðið fyrir þjóðarátaki til að auka fræðslu. Ég held að eitt af því sem við erum öll sammála hér, allir hafa sagt sem hafa held ég talað, að það þarf að auka fræðslu til barnana og til atvinnuvegarna eða sem sagt til fyrirtækjana en ekki síst einmitt til barnana sjálfra og efla þau og það er og ef við getum verið einhver liður í því að efla þessa samræðu og kannski koma á þjóðarátaki að þá var við auðvitað að minnstakosti til í að leggja okkar lóð á vogarskálunar. En það sem ég vil bara segja að lokum ég bara þakka ykkur innilega fyrir að vera með okkur inn í dag. Þetta er upphafað umræðu og ég vona að við getum eftir einhver tíma séð að þetta hafi borið ávöxt og að við leggjum metnað vegna þess að það er svo mikið að leggjum metnað í allt það sem við erum að gera fyrir börnin alveg frá upphafi og þess vegna eins og við vorum ræðið með vinnuskólana og þess vegna er þessi úttekt, hún verður á netinu en hún verður líka vonandi hvatning til að sveitarfélögin virkilega leggja metnað í vinnuskólinu. Ég veit að þeir eru að gera það á sinn hátt en kannski getur við gert miklu meira. Og til þess að fræða og til þess að virkilega gera þetta ánægilegt upphæfskref inn í atvinnulífið. En takk enn og aftur og þakka fyrir að hafa verið með okkur í dag. Takk.